Ágætu borgarstjórn, þá hefjum við fund borgarstjórnar Reykjavíkur þriðjudaginn 16. maí, árið er 2017 og klukkan er 2. Fyrst á dagskrá fundarins er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að 8. bekkingum í grunnskólanum Reykjavíkur standi til boða sumarstörf hjá Vinnuskóla Reykjavíkur. Og fyrst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég sé að það er strax komin áhuga á tillögunni því að menn eru farnir að kveðja sér ljós áður en hún er flutt. Nú fer að styttast í að þessu skólaári ljúki og að grunnskólanemendur fari sumarleyfi. Líkt og fyrri sumur munu 14 ára unglingar í nær öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu geta mætt til vinnu hjá vinnuskóla síns sveitarfélags, en í Reykjavík, stærsta sveitarfélaginu, þurfa ungmenni á þessum aldri að sætta sig við að engin störf í boði fyrir þau. Í nafni hagræðingar árið 2011 var ákveðið að hætta að bjóða 8. bekkingur störf hjá skólanum og jafnframt var þrengt að starfsemi skólans með því að stytta vinnutímann verulega hjá 9. og 10. bekkingum. Nærtækara hefði verið á þeim tíma að forgangsraða í þágu skólabarna og umhverfismála í stað þess að ráðast í hvert gæluverkefnið á fætur öðru. Öllum mætti að vera það ljóst að starfið í vinnuskólanum hefur mikið gildi fyrir ungmennin því þar öðlast þeir víðsýni, njóta útiveru og hreyfingar, að auki fá þeir þjálfun við verkleg störf og öðlast verkþekkingu sem mikilvægt veganesti fyrir þau út í lífið. Það er ekki nokkur vafi á því að uppbyggileg sumarvinna skilar sér í margfaldlegu forvarnargildi, er þroskandi og hefur mikið uppeldisfræðilegt gildi. Með þessi göfugu markmið í huga ættum við að efla vinnuskólann en ekki skerða starfsemi hans eins og nú hefur verið gert. Við ættum að þróa hann enn frekar með því að bjóða upp á fjölbreyttari störf til að koma til móts við áhuga ungmennanna. Starfsstaðir borgarinn eru fjölmargir og þar eru fjölmörg tækifæri til þess að veita þessum ungmennum störf og starfskraftar þeirra getur nýst við umhirðu, létt viðhald, málingarvinnu svo að fátt eitt sé nefnt. Viðhald og umhirðu hefur verið verulega ábótavant í borginni á undanförnum árum og víða er verk að vinna og því ljóst að vinnuskólanum veitir ekki af liðsoka. Reykjavíkurborg, stærsta sveitarfélagið, ætti að hafa burði til þess að bjóða sínu nemendum í 8. bekk vinnu ef minni sveitarfélögin hér í kringum okkur geta gert það. Forseti, við sjálfstæðismenn höfum ítrekað lagt fram tillögu hér í borgarstjórn að þessum aldurshópi bjóðist sumarvinna hjá borginni, en því miður hefur meiri hlutinn fellt þær allar, en við ætlum ekki að láta deigan síga og leggjum því hér fram í dag tillögu þess efnis að öllum 8. bekkingum gefist kostur á vinnu hjá vinnuskólanum í sumar. Með tillögunni fylgdi greinargerð sem ég geri ráð fyrir að borgarfulltrúar hafi kynnt sér nú þegar og ég vonast til þess að þessi tillaga okkar hér í dag fái góðan hljómgrunn og að augu borgaryfirvalda og borgarstjórnar meirihlutans fara að opnast fyrir mikilvægi þessarar sumarvinnu fyrir unglingana og samþykki tillöguna. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur tekur til máli Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, var að hlýna svo úti að hann þyrstir lítið. Enda sumarið komið fyrir nokkur síðan. Sumardagurinn fyrsti var hér haldinn hátíðlegur fyrir þó nokkrum vikum og þó það sé nú kannski
Og jú, það skiptir máli, ég held að það hefur frosið saman víðast hvar á landinu sem að bendir hefur hingað til þótt vísbendingum það að sumari verði gott. Það er að segja veðurfarslega séð. Ég kem hér upp til að hafa nokkur orð þessa tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að 8. bekkingar fái að það verði sem sagt í boði fyrir þá að koma í vinnu hjá vinnuskólanum. Þetta er tillaga eins og borgarfulltrúa Marta Guðjónsdóttir kom hér inn á sem að hefur svo sem verið rædd þó nokkrum sinnum. Eitt var nú reyndar sem að kannski var ekki alveg nægilega nákvæmt að mínu mati í máli borgarfulltrúans að það var ekki einungis í nafni hagræðingar sem að var skorið niður í vinnuskólanum á sínu tíma eftir hrun. Og það var í sjálfu sér ekki beinlínis vegna þess sem að það var ákveðið að leggja af á þeim tíma þetta nám, þennan vinnuskóla fyrir 8. bekkinga. Það er að segja 13-14 ára unglinga. Heldur var nú aðal ástæðan svo að á þessum tíma var mikið atvinnuleysi hér á landi og það þótti skjóta skökku við að veita börnum og unglingum vinnu á meðan að stóru hópar fólks á vinnumarkaði voru án atvinnu. Þetta var byrjunarpunkturinn. Fókusin var settur á að reyna frekar að aðstoða þá sem voru 17 ára til að fá vinna á þeim tíma og auðvitað ekki síður farið í gríðarlega umfangsmikla vinnu varðandi atvinnuátak fyrir þá sem voru atvinnuleysir. Og það er mikilvægt að halda þess til haga, þannig að það gleymist ekki. Að samaskapi voru auðvitað skoðanaskipti það hvort að það væri og með hvaða hætti þá væri rétt að börn væru látin vinna. Og við höfum haft það fyrirkomulag þetta hér á landi sem að ég held að sé mörguleiti ágætt og þetta er undir formerkjum vinnuskóla. Þetta er svona, þarna er raun og veru tvinnað saman fræðslu á því bara hvað á svona ákveðnum grundvallarstörfum, þetta sérstaklega við hreinsun og umhirðu ýmiss konar. Og ungmennin eða börnin er raun og veru fá þannig kynningu á svona með beinum hættu við atvinnuhugtakið. Viðhald og umhirða í borginni eru auðvitað almennt í góðum farvegi og þó að það hefur þurft að skera það niður í hruninu eins og allir vita þá vil ég nú mótmæla orðum borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur sem er einhver svona mantra sem að minnihlutinn hér sérstaklega fer með að hér sé allt í kalda koli þegar kemur að viðhaldi og umhirðu. Þetta er það ekki svo, það er langt í frá. Við erum auðvitað stærsti sá aðili á landinu sem heyjar allra mest, sláum hér gríðarlega fláka og gerum það vel. Og auðvitað verður fólk að gera sig grein fyrir því og það er mikilvægt að halda því til haga. Það er auðvitað ekki þannig að þú getur látið börn og ungmenni í hvaða störf sem tengjast umhirðu. Það er auðvitað ákveðin takmörkun á því með hvaða til dæmis vélar og tæki hægt að láta börnin vinna með. Það er liðin svo tíð að þú hendi krakka bara upp á traktor eða hendi sláttóru framan á það og vonið það besta. Svoleiðis er ekki unnið lengur. Sem betur fer, verð ég nú að segja. Augu meirihlutans í borginni hafa aldrei verið lokuð fyrir því að það getur verið ágætis hugmynd að bjóða upp á prógram fyrir 8. bekkinga. Og það var unnin hér prýðileg úttekt á starfi vinnuskólans. Hér var skilað hér fyrir ári síðan þar sem að ýmislegt gagnlegt kemur fram í þessum starfshóp sem að vann þetta. Sátu Þórólfur Jónsson meðal annars, deildarstjóri náttúru og garða á umhverfis- og skipulagssviði, Soffía Pálsdóttir frá skóla- og frístundasviði og fleiri. Það
sem kemur út úr vinnu þessa góða fólks, til dæmis varðandi 14 ára unglingana eða 8. bekkin, svo að það sé í raun og veru eðlilegt að reyna að bjóða upp á einhvers konar störf fyrir þennan hóp. Það tekið til að starfið þurfa að vera einfalt og starftíminn styttri en hjá eldri ungmennum og jafnvel að líta á þetta sem nokkurs konar starfskynningu. Og ég held að þetta sé að mörgu leyti ágætis nálgun hjá þessum starfshópi. Það sem að við höfum verið að velta fyrir okkur hvort að sé kannski komin tími til að svona endurskoða þetta starf vinnuskólans í heild sinni, fá nokkuð og eins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kom inn á hér, ef ég skilja hana rétt, að þá auðvitað fjölmörg að taka. Við getum, það er margvísleg starfsemi sem fer fram innan borgarinnar og mér dettur nú til dæmis í hug að hér hefur verið starf sem hefur verið kallað skapandi sumarstörf, afskaplega skemmtilegt vellukkað starf, margir góðir hópar komið út úr því og þar væri kannski eðlilegt að bæta svolítið í svona núna með svona batnandi hag. Og eins að svona velta fyrir sér hvort að við ættum að í raun og veru útvíkka það sem við þá vinnu sem við erum að bjóða 17 ára ungmennum. 17 ára ungmenni reyndar, 17 ára ungmenni gegna svolítið sérkennilegri á svolítið sérkennilegum stað þegar kemur að vinnu því að tryggingar þeirra eru örlítið með öðrum hætti en þegar fólk eru fullorðið, þannig að það er sama á með börnin, það er ekki hægt að henda fólki upp á vélar og tæki alveg hreint með sama hætti. Hitt hins vegar líka rétt að hafa í huga að atvinnu ástandið núna töluvert öðruvísi en það var 2011 til að mynda, þegar það var lagt af að vera með 8. bekkin hér. Og það auðvitað svoleiðis að einhver töluverður hluti þeirra barna sem hafa verið að sækja vinnu í 9. og 10. bekk hjá vinnuskólunum, þau ekki að skila sér lengur. Og það auðvitað vegna þess að það að ýmsum öðrum störfum að hverfa fyrir þennan hóp sem að öllum líkindum standa yfir lengri tíma og þar af leiðandi hægt að hafa meira kaup fyrir. Það annað sem hefur verið svona svolítill vandi núna síðustu 2 ár sérstaklega og virðist vera það í ár líka að það gengur ekki sérstaklega vel að ráða leiðbeinendur fyrir börnin í vinnuskólanum og það auðvitað forsenda þess að sé hægt að halda vinnuskólanum úti, það að hafi næga leiðbeinendur. Þú þarft öllu líkindum heldur fleiri leiðbeinendur fyrir börn í 8. bekk heldur 9. og 10. Bara svona svo alls öryggi sé gætt. Og þetta auðvitað verður til þess að það ekki endilega vist að verði nægt að fullmanna einu sinni það sem að við höfum áætlað fyrir 9. og 10. bekkin, einfaldlega vegna leiðbeinendaskort. Og þá nú 8. bekkurinn, þá nú orðið hansi hæpið að við komum þeim að. Ég hins vegar í grunninn bara mjög jákvæður gagnvart þessari skoðun, að skoða þessa tillögu. Mér finnst þetta ágætt, mér finnst þetta gott hjá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að vera svona svolítið ýtnir og ákveðnir í málum sem að þeim sem að standa þeim nærri hjarta og eins og þessu og þau hafa mynd nokkuð ítrekkað á þetta kemur til að nokkuð seint fram að segja, það er kannski óheppilegt og eflaust ekki raunverulega að vera að tala að þetta sé eitthvað sem gerist í sumar, ímyndaði mér, enda raunsætt fólk þarna á ferðinni, en ég held að við eigum að skoða þetta fullri alvöru og skoða það fullri alvöru að koma 8. bekknum aftur til einhvers konar starfa á okkar vegum í vinnuskólanum
Og heppilegast held ég að við vísum bara þessari tillögu með góðum orðum til fjárhagsáætlunargerðar fyrir árið 2018 og sammælumst það í raun og veru með því að ásetningur okkar sé að bjóða upp á prógram fyrir 8. bekkinguna á næsta ári. Takk fyrir. Þá hefur Sigurður Björn Blöndal lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Það Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, mér finnst það ánægjuleg tíðindi að mér finnst svona meiri vilji til þess að skoða þessa tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins núna. Mér hefur fundist vera svona heldur hart hvernig þeir hafa fellt þessa tillögu hérna áður. En talandi að þessi tillaga komi of seint fram, þá ég nú ekki sammála því að ég man þá tíð, hér í tíð bara minnum í R-listans, ef ég man þetta rétt, þeir sem muna betur en ég geta þá leiðrétt mig með það, að þá var farið í átak í byrjun sumars, einmitt vegna þess að það þurfti að fjölga nemendum í vinnuskólanum. Og ég held að ef það er í alvörunni vilji til þess, að þá getum við gert það. Við höfum nokkra vikur til þess og þess vegna er tillagan lögð fram núna. Síðast þegar ég lagði fram þessa tillögu þá var hún lögð fram í lok mars og þá hefði nú líka átt að vera nægur tími til þess að skoða málin og veita þessum úlingum vinnu. En talandi hrunið að það hafi þurft að skera þetta niður út af hruninu, það finnst mér dálítið sérkennileg afsökun vegna þess að hin sveitarfélögin sem eru minni sveitarfélögum við, hérna allt í kringum okkur, þau þurftu ekki að fara í þær aðgerðir að skera þessa vinnu niður eða skerða vinnutíman. Og auk þess þá voru náttúrulega okkar nemendur í vinnuskólanum lengi á mun lægri launum heldur en nemendur í vinnuskólum hinna sveitarfélaganna og ég fagna því líka að í borgarráði nýverið þá var ákveðið að hækka þessi laun til samræmis við laun annarra vinnuskóla hérna í grenndinni við okkur. En mér finnst bara mikilvægt að við tökum höndum saman núna og brettum upp ermarnar, ræðum við skólastjóra vinnuskólans það að reyna að fara í aðgerðir það að við getum boðið þessum krökkum störf, við getum hugsað út fyrir kassan, við að fara í samstarfi til dæmis menntavísindasvið, varðandi þá sem eru til dæmis í tómstund og félagsfræði og reyna að fá þetta fólk til þess að koma og sinna leiðbeinendastörfum. Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og andsvari svarar Sigurður Björn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er svo mikilvægt að hlusta, virkhlustun er svo skemmtilegt orð, en það sem ég sagði varðandi hrunið var að það var ekki einungis vegna hagræðingar sem að þetta var skorið niður, heldur var það vegna þess að hér voru stórir hópar fólks á vinnumarkaði án atvinnu. Það er auðvitað þannig að Reykjavíkurborg umfram önnur sveitarfélög fór í miklu umfangsmeira átak til að hjálpa fólki sem að sat á atvinnuleysskrá í vinnu og þetta var einfaldlega fókus, þetta var pólitísk ákvörðun að fókusin skildi vera á þá sem eru atvinnulausir en ekki endilega bara á vinnu barna. Hins vegar þá vil ég taka undir það væri mjög skynsamlegt að fá frístundageirann með okkur inn í skipulagningu á vinnuskólanum og endurskipulagningu og það auðvitað kemur fram í þessari skýrslu, þar eru margar góðar hugmyndir sem tengjast því og ég held að sé bara gott tækifæri hérna núna til þess að endurmeta hlutverk vinnuskólans, gagnsemi hans og gæði og með því að vísa þessu til gera næstu fjárhagsáætlunar eins og ég segi með mjög ákveðnum skilaboðum að þetta sé vilji okkar að koma þarna á fót starfi á ný að þá held ég við getum gert það mjög vel
varðandi það hvort að ég sagði reyndar að tillagan væri nokkuð seint framkomin, það er auðvitað ekkert ómögulegt í þessu. En hins vegar ef við ætlum að gera þetta almennilega, þá held ég að það sé mikilvægt að við gefum okkur góðan tíma í þetta. Og ég er reyndar þeirra skoðunar að það vinnumagn sem við getum boðið upp á og myndum bjóða upp á í sumar, það væri auðvitað alltaf til nokkura mála mynda. Þannig að ég efast að sá leiðangur sé kannski það sé skynsamlegt að fara í þann leiðangur á þessu tímabóti. Það eru Sigurður Björn Blöndal við að svara andsvari og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi veitir andsvar öðru sinni. Góði borgarfulltrúar, eins og ég sagði áðan, þá það ánægilegt að menn vilji fara að skoða það að veita þessum ungmennum vinnu á nýjan leik. En mér finnst það svolítið seint fram komið ef við ætlum að bíða í 1 ár til viðbótar vegna þess að reynslan hjá vinnuskólanum með þessa nemendur til staðar. Þó það sé orðin þetta mörg ár, þá þessi reynsla enn til staðar hjá skólanum. Þannig að það ætti ekki að vera stór mál að drífa í því að auglýsa tilboð til 8. bekkinga sumarvinnu í sumar. Og ég held að þessi endurskoðun, það þurfi þá að hraðinni ef að menn ætla að fara í einhverja allsherjar endurskoðun, en við gætum gert það samtímis því að veita börnunum vinnu. Ég veit að foreldrar hafa miklar áhyggjur af ungmennunum sem eru í 8. bekk. Þau hafa litla hverfa þegar skóla lýkur, þau eru ekki endilega á sama tíma í frí og foreldrar þeirra og mörg þeirra hafa verið að snúa sólarhringnum við og ekki viljum við að börnin hangi í tölvum eða einhverju tilgangsleysi, heldur viljum við að þau séu í uppbyggilegum störfum og njóti útiveru og hreyfingar yfir sumartíma. Það hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst andsvörin lokið og næstu tekur til máls Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi rétt bæta í sarpinn í þessa umræðu vinnuskóla fyrir 14 ára ungmenni sem koma úr 8. bekk. Björn Blöndal borgarfulltrúi fór vel yfir svona heildarstöðuna í málinu hér áðan og þarf að endurtaka það. Ég vildi þó kannski aðeins fara nokkrum orðum þá skýrslu sem að Sigurður Björn Blöndal reifaði og var tekin saman hér fyrir svona ríflega ári síðan. Þetta var starfshópur sem að var með fulltrúum frá umhverfis- og skipulagssviði sem að fer með forræði vinnuskólans, skóla- og frístundasviði og fleiri aðilum, starfaði frá árslokum 2015 til fram í mars 2016, fór vel yfir málið, þar á meðal staðsetningu vinnuskólans í borgarkerfinu, mögulega endurskoðun á starfseminni, hugsanlega útvikun hennar og svo framvegis. Og kom tilbaka ágætar tillögur sem að ég held að séu allrar athygli verðar. Hópurinn reyndar svona kveður ekki upp úr með þetta málvarandi staðsetningu vinnuskólans en reifar að það hafi verið sjónarmið það hvort að honum væri best fyrir komið á núverandi staði eða hvort það væri heppilegra að vinnuskólinn væri rekinn af frístundahluta skóla- og frístundasviðs. Þá eru menn ekki síst að horfa á það að nýta svona þá fagþekkingu sem að það í starfi með ungu fólki og kannski í öðru lagi þetta sem að lítur að kannski bara mannauðsstefnu borgarinnar og það hefur verið viðkvæði núna undanfarin ár að það starfsfólk sem hefur verið að vinna í frístundageiranum hjá borginni að það hefur ekki getað treyst á vinnu yfir sumartíman og hefur raun og veru þurft að sækjast á eftir sumarstörfum inni á öðru sviði, inn á einhverju skipulagssviði ef það hefur viljað vinna í vinnuskóla umhverfinu. Það hefur svona frístundinni þótt vera galli að geta ekki boðið upp á trygg heilsársstörf og það eru kannski ákveðin rök fyrir því að skoða þetta en hitt augljóst að það starf sem að unnið í vinnuskólanum og þau verkefni ekki síst við fegrum borgarlandsins þau eru nauðsynleg og þurfa að eiga sér stað áfram inn í þessu umhverfi hvort sem að það með breyttu fyrirkomulagi eða ekki. Þarna voru tillögur vinnu
17 ára ungmenna einar 5 tillögur að bjóða 14 ára unglingum störfa nýju með breyttu sniði og þá með nokkra áherslu á starfskynningu einmitt og tillögur að hækka launin, lengja starfstíman, auka fjölbreytni og svo framvegis. Ég held að við séum á þeim stað að það sé ástæða til þess að taka þetta upp á borð, þessa vinnu og fara kerfisbundið í gegnum það, hvort að við eigum ekki að skilgreina og endurskoða þetta fyrirkomulag, jafnvel skilgreina nýtt upplegg á vinnuskólanum þar sem að verkefnin verði einmitt nokkuð fjölbreyttari en verið hefur, áhersla á líka þætti sem að tengjast í að venja okkar ungmenni við framtíðina, við vinnumarkaðin og hvaða þættir þar skipta máli, félagsfærni, vinnusiðferði, einmitt að kynnast fjölbreyttum störfum í ólíkum atvinnugreinum þar sem hægt að nýta námsferilinn, hægt að nýta það upplegg sem að þau að fara í gegnum í skólaumhverfinu. Áframhaldandi áhersla á fegrum borgarlandsins og svona umhverfistengdu verkefni held ég að sé borðleggjandi, en það mætti styrkja það með fleiri nálgunum. Og það liggur sem að fyrir að frístundin hefur mikinn áhuga, vilja og mannskap til þess að taka að sér umsjón vinnuskólans og ég held að það þurfa að botna það mál og fara vel í gegnum hvort það sé skynsamlegt skref að taka. Ég hef sjálfur mikla trú á að það geti verið gott fyrir borgina og umfram allt þau ungmenni sem að umræðir. Það ein tillaga sem að kom fram í þessum starfshópi sem að ég held að við hefum bara að taka í fangið og hún svo að það verði settur niður stýrihópur kjörinna fulltrúa sem að fer yfir þessi sjónarmið endurbætur og útvikun á starfsemi vinnuskólans. Þar má skoða þetta með staðsetninguna inn í borgarskipulaginu okkar, hvernig með auka fjölbreytnina, útfærslu á vinnu 8. bekkinga, hvort rétt sé að lengja vinnutímabilið og fleira. Og í þessu öllu auðvitað lykilatriði að hlusta á ungmennin sjálf, eiga samtal við Reykjavíkur á ungmenna og fá fram viðhorf þeirra til mögulegra breytinga á vinnuskólum. Þannig að ég styð þá tillögu sem að fram komin málsmeðferð að þessari vinnu verði vísað til fjárhagsáætlanagerðar en jafnframt að við setjum niður stýrihóp kjörinna fulltrúa sem að kortleggur málið vandlega. Og Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstu tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég styð eindregið þá tillögu sem liggur hérna fyrir frá Sjálfstæðisflokknum að 8. bekkingum í grunnskólum Reykjavíkur standi til boða sumarstörf hjá vinnuskóla Reykjavíkur og í sjálfu sér hægt að fagna því í hvað átt umræðan stefnir vegna þess að það ekki annað að heyra á borgarfulltrúum meirihlutans en að þeim lítist vel á málið og séu tilbúnir til þess að vísa málinu inn í fjárhagsáætlanagerð næsta árs. Það má fagna þeirri stefnubreytingu sjálfu sér því að þetta mál ekkert nýtt af nálinni. Það hefur margoft verið talað þetta undanfarin ár. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa gert athugasemdir við það í mörg ár að 8. bekkingum standi ekki þessi vinna til boða og þetta eitt af þessum málum sem við heyrum frá foreldrum hér í bænum á hverju vori og hverju sumri að það sé æskilegt að unglingunum okkar standi þetta til boða. Og það ekki eins og að sé að ræða atvinnubóta vinnu í verstu merkingu þess orðs, alls ekki, vegna þess að við höfum þörf fyrir þennan vinnukraft. Það allir sammála það hversu hollt það sé fyrir ungmennin að vinna við þessi störf úti í borginni, gróðavænleg störf í bestu merkingu þess orðs, kaupið hefur aldrei verið hátt, en þarna vinna þau að því að fegra borgina, öðlast á virðingu fyrir henni og græða plöntur og slá gras og svo framvegis. Nú, flestir eru sammála það og það líka ábending sem við fáum að umferðan í borginni bara alls ekki nógu góð og er í ólagi og þar þarf að standa betur að vígi og ódýrasta leiðin til að bæta þetta einmitt sú að virkja vinnukraft þessara ungmenna sem eru starfa þá við þetta í staðinn fyrir að mæla göturnar eru jafnvel við enn óhaldari iðju sem þeirra þá eru mikið í tölvum eins og við höfum ekki ábendingur
Þannig að það má fagna sér stefnubreytingu sjálfu sér, en ég verð að segja eins og að mér finnst ekki rétt að vísa þessu berni næsta ár. Tíminn núna, við sjáum að gróðurinn að taka við sér og núna tíminn til að láta verkin tala og það er ekkert vandamál. Ég gef lítið fyrir það skýringar sem hafa komið hér frá borgarfulltrúum meirihlutans eða afsakanir fyrir því að það sé ekki hægt að fara í þetta núna í ár. Þeir nefna ekki fjárhagslegar ástæður í sjálfu sér enda kostar þetta ekki svo mikið í samhengi hlutana. Þeir nefna alls konar tæknileg atriði og gefa góðar vonir fyrir slíkt verkefni næsta ár en treystir sér ekki í sumar. En ég vil þá bara benda á það að hjá Reykjavíkurborg til mjög mikil uppsöfnuð þekking í að ganga frá ráðningamálum starfsmanna í umhverfisgerðinni, svo má segja, með mjög skömmu fyrirvara. Það byggðist til margra áratuga. Það var í rauninni bara gildis og stefna hjá borginni að öll þau ungmenni á þessum aldri og sem vildu, og jafnvel 16-17 aldri líka, sem vildu fá vinnu, gætu fengið vinnu og það fór þetta bara mjög eftir árferðinu hverju sinni hversu margir buðu sig fram. Ef það var slæmt ástand til sjávar og sveita, þá voru gjarnan mjög margir sem buðu sig fram til starfa í vinnuskólanum og í þessi, bæði vinnuskólanum sem við köllum unglingavinnuna og síðan í bæjarvinnunni sem var svo kölluð sem eru aðeins eldri unglingar. En áratug eftir áratug, þá bara lét borgin sig, þá var það ákveðið metnaðarmál hjá borginni að veita sem flestum sem vildu fá vinnu, þessa vinnu og við fjárhagsáætlanagerð eða skipulagning á vordugum þá rauninni vissu þeir sem stjórnuðu þessu málum hjá borginni, þeir vissu ekkert hvað þeir myndu fá marga unglinga. Þeirra hlutverk var bara, þeir vissu það að þeirra hlutverk var bara ráða þá og finna þeim eitthvað að gera. Og það ekki, og ég man að ég átti samtöl við þá sem sinna þessu málum hjá borginni og höfðu reynda gert lengi fyrir nokkrum árum þegar að 8. bekkurinn var dottin út og þá sagðu þeir mér að vissulega þá hefðum tíma þegar að margir unglingar buðu sér fram til starfa. Það hefði verið erfitt að jafnvel að finna störf handa öllum. Það hefði verið svokallaður tossalisti sem var svo nefndur í gríni, listi yfir þau verkefni sem varð að vinna. Leið og krakkarnir komu svona í byrjun júní, þá voru þau drifin í alls konar störf og það lá þá mikið á að koma borginni í sem best ástand, svona yfirborðsástand fyrir 17. júní og síðan var bara farið í listan verkefni út alla borg og svo þegar að þessi listi hafi verið kláraður, sem var ofta áður en vinnuskólans lauk, þá var bara farið í að finna verkefni og það var alltaf sjálfur sagt að finna þau, hreinsa fjörur eða heiðar eða eitthvað sem kannski var ekki á þessum lista. En svo mér sagt það semst eftir að 8. bekkurinn datt út, þá var ástandið þannig að þessi listi, hann hefði ekkert verið kláraður síðan, hann væri aldrei kláraður. Þannig að það alveg ljóst að það er þörf fyrir, við getum notað allar vinnufúsar hendur til þess að þrífa borgina og koma henni í betri umhirðu, það er ekki spurning. Og ég gefi sjálfur sér lítið fyrir þessar skýringar sem eru svona eitthvað tæknilegar. Auðvitað er enginn að tala um það að setja 14 ára börn upp á sláttuvélar eða láta þau hafi hendur eitthvað hluti til að vinna með allan daginn. Það er enginn að tala um það. Ég held að, mér er nú nærlega að halda að það hafi aldrei hlutverk vinnuskólans. Þarna erum við að tala um kannski þá um bæjarvinnuna. Vinnuskólakrakkarnir hafa alltaf verið í störfum sem eru talin ekki vera neitt, alls ekki neitt hættuleg, en hins vegar sko tímafrek störf og þegar maður þarf ekki að ganga lengi borgina til að sjá að það er þörf á miklu átaki. Nú, ég held að svona í ljósi reynslunar þá er mjög auðvelt fyrir borgina ef það er vilji fyrir hendi til þess að bjóða 8. bekkingum vinnu og ég vissum að margir þeirra myndi þiggja. Og það er ótrúlegt að heyra í þessu máli þetta er svona mál sem maður segir, ef maður leyfir sér að sletta svona just do it mál, að
fá þá borgarfulltrúa meirihluta sinna upp eins og þessi rosalega flókið eins og hér verið skipuleggja eitthvað meiriháttar verkefni og eins og þessi haldir einhverju verkkvíða og fara að tala það að það sé að í þessu máli væri sniðugt að skipa stýrihóp kjörinna fulltrúa til þess að fara yfir málefni vinnuskólans og stefnumótun og endurmeta hlutverkans og allt slíkt. Góðir borgarfulltrúar, málefni vinnuskólans hafa verið til umræðu hérna á hverju einasta ári og við sem kjörnum fulltrúar höfum fikið nægan tíma til að setja okkur inn í þessi mál og við höfum oft rætt þetta henni í borgarstjórn þegar við sjálfstæðismenn höfum gagnrýnt það að það sé verið að draga úr hlutverki hans og það er ótrúlegt með meirihlutann, þannig að það get ekki komið upp mál ef að meirihlutann með eitthvað vandahöndum eða þarf að tefja mál, þá er farið að tala um að það þurfi eftir að skipa hóp. Það má ekki lengur tala um nefndir, lengi vel var að tala um starfshóp, skipa starfshópa. Nú talað, svo var eitthvað nafn í millitíðinni sem hann ekki alveg hvað var og nú talað um stýrihóp. Nú sem sagt altíðskorið að skipa stýrihóp sem væntanlega fínna orðheldur en starfshópur eða nefnd. Þá að skipa nefnd eða stýrihóp kjörinna fulltrúa til að fara yfir málið eða svo hugmyndi nefnd hér. Og ég segi bara, ég held að það sé ekkert of ætlun að borgarráðsmenn geti sett sig inn í þetta mál bara á 10 mínútum eða kannski á 2 fundum ef menn vilja fá viku til að hugsa á milli. Nú, ef menn telja að það sé ómögulegt að fara í málið að þurfi fyrst að skipa stýrihóp kjörinna fulltrúa, þá held ég að þessi stýrihópur, hann geti bara, það væri sjálfur sett að skipa hann á þessum fundi eða á fundi borgarráðs á fimmtudaginn og hann geti bara tekið sér eina svona 3 dagi að skoða málið. Þetta er ekkert flókið og eins þetta það eigi að hlusta á ungmenni sjálf eins og Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi kom upp og var að nefna sem afsökun fyrir því að það var ekkert að fara í málið, það er að hlusta ungmenni sjálf og sjálfsögðu hlusta þau en borgarfulltrúar góðir. Hafið ekki heyrt ef við hittum unglingana og þar sem þau færa þessi málefni í tal við okkur. Ég held að þetta verið sjálfsagt að eiga samráð við ungmennaráðinu. Ég held að verið að senda þeim tölvupóst en þetta svara nokkrum dögum. En svo verið bara líka hægt að gera þetta, bara bjóða upp á þessa vinnu og samráðið væri bara þannig að þau ungmenni sem vilja þiggja vinnuna, þau þetta bara koma í vinnuna, þau sem hafa ekki huga, þau bara þiggja hana ekki. Þetta er mjög einfalt. Þannig eins og ég segi þetta, það er algjörlega ljóst að við getum farið í þetta mál með skömmum fyrirvara og kalla vinnufúsar hendur í hópi 8. bekkinga til starfa hér í borginni, það veitir ekki af og engin þörf á að vísa þessu máli, tefja þetta málrinni enn 1 árið í viðbót og ég vek athygli á því að þegar þetta mál hefur verið rætt hér í fundum í borgarkerfinu hér áður og það má svo sannarlega segja að Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hafi haldið því mjög vel á lofti, þá kemur einmitt alltaf þetta sama, þessi mantra, svo má segja, að það sé sjálfsagt að skoða þetta betur og það þurfi að endurum þetta hlutir skólans og fara í stefnumótun og jafnvel stýrihóp og hitt og þetta. Það er bara ekki boðlegt ágætu borgarfulltrúar að koma með þessar sömu afsakanir ár eftir ár fyrir því að aðhafast ekki. Ekki kostar þetta mikið og það er full þörf á þessu eins og allir sjá. Hvet í meirihlutann, fagnar sjálfur sér þessari viðhorfsbreytingu að hann skuli tala um það núna árið fyrir kosningar að það sé æskilegt að að kalla þessa unglinga til starfa og láta þá vinna þessa vinnu og veita þessi þjónustu sjálfur sér. Það sé æskilegt en til að meirihlutinni nú regla af sér sliðruorðið í þessum málum, það takk ég fyrir til þess núna og drífi í þessum málum þannig að við getum notið starfskrafta þessa góða fólks hjá okkur í sumar. Það er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Það hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og 1 borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvarið borgarfulltrúans og það er Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Skúli. Aðgerðir, mikla brautarauðagerði og all kynningarferðir í stend fyrir hóp fólks
sem hefur mikla hagsmuna að gæta í Rauðagerði þar sem var að fara að grafa niður húsin eins og Pompeii. Við standa, við missum allt útsýni, við missum allt svo, það verður að ganga á rétt fókus hérna í borginni. Hér bara verið að tala ekki neitt, það verður að ganga á fólki hérna. Það er búin að senda tölvupóst til okkur? Það er búin að senda tölvupósta hérna og allt sem ég er búin að senda tölvupóst í dags. Og reyna að vekja athygli á þessu ástæðu, en það er verið að hilma yfir lengur og fólk kemur að loka út dyrum og vera að ráðast á fólk. Ég veit, íbúarnir eru svona að biðja margótt að vinna þetta með borgin, gera þetta vera kurteis, vinna þetta vera í góðu sambandi, en það vilst ekki vera hægt. Það var skellt á mig áðan í síðan. Ég er bara venjuleg manneskja, venjuleg íbúi. Ég verð að biðja þig að senda tölvupóst til borgarfulltrúa vegna þess að það er ekki leyfilegt að trufla fundi borgarstjórnar. En takk samt fyrir komuna. Takk samt fyrir komuna. Þetta er komið gott í bíli. Takk fyrir að koma. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara rétt hnykkja á því að eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Sigurðar Björns Blöndal hér í hans ágætu ræðu hér áðan, að það sem að þarf að hafa í huga varðandi vinnuskólan er að það er auðvitað nauðsynlegt ef við erum að bjóða ungmennum upp á vinnu í borgarlandinu og það sé starfsfólk og leiðbeinendur til þess að handleiða og skipuleggja þessa vinnu með þeim og þar samkvæmt upplýsingum þeirra sem að best þekkja á umhverfis- og skipulagssviði sem að fara með forræði vinnuskólans að þar liggur kannski vandinn í því að drífa í því að bjóða þennan valkost fyrir ungmennin. Það er ekki leiðbeinendur á lausu, það er ekkert atvinnuleysi í landinu og reyndar er það þannig að þau ungmenni sem að þegar hafa skráð sér til leiks, þá 15 og 16 ára ungmenni í 9. og 10. bekk, að þar er reyndar frekar að kvarnast úr þessum hópi því að þeir einstaklingar hafa verið að fá vinnu annar staðar þó þeir hafi sótt og fengið vinnu í vinnuskólunum. En jafnvel við þær aðstæður, þó að það sé að minnka í þeim hópi, þá er ennþá skortur á leiðbeinendur til þess að þjónusta þennan hóp. Og það eru skilaboð þeirra sem er best þekkja að það er raun og veru útilokið það sé að fara í að útvíkka enn starfsemina með þessum litla fyrirvara. Höfum í huga borgarfulltrúa góður að það er 16. maí í dag og tillagan er að koma fram þegar sumarið er raunverulega hafið. Og það er það sem að kemur í veg fyrir að menn geti hlaupið til og opnað faðminn fyrir 8. bekkingum núna. Ég vek líka athygli á því að það er engin gögn sem liggja fyrir þessum fundi þörfin. Það er mikil þörf fyrir sumarvinnu fyrir 8. bekkin í sumar og það þyrfti auðvitað að liggja fyrir áður en menn taka ákvörðun það að opna þessar dyr. En viljinn er til staðar og tækifærin til þess að einmitt að endurskipuleggja starfsemi vinnuskólans þannig að hann verði ennþá meira spennandi valkostur í framtíðinni fyrir okkar ungmenni. Það er verkefni sem við eigum að vinda okkur í með á næsta sumar í huga þannig að við séum vel nestuð og tilbúin þegar að sól fer að rísa árið 2018. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, loki við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og andsvörum telst lokið og næst tekur til máls Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, við í Framsókn og flugvallavinum styðjum tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og vil þakka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir þrautseigju þeirra að bera þessi tillögu ítrekað upp aftur og aftur og tek undir það sem hefur komið fram hjá fulltrúum Sjálfstæðisflokks að það er mikilvægt að nemendum í 8. bekk gefist kostur á því að stunda þessa vinnu í vinnuskólanum. Þetta eru auðvitað störf sem eru ekki hættuleg, sem valin eru sérstaklega fyrir þennan hóp, enda kunnugt að þessir aldur hefur unnið í vinnuskólanum hér á árum áður og í nágrannasveitarfélögunum. Það er á nóg að taka. Borgin má alveg við því að hún sé hreinsuð betur og því er nauðsynlegt að koma þessu aftur á að þessi hópur barna
ungmenna gefist kostur á því að vinna í vinnuskólanum. Það Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst umræðu hann lokið. Hér komið málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til fjárhagsáætlunargerðar. Þau ykkar sem að samþykkja hana, gefið merki. Já, hún þá samþykkt með 9 atkvæðum. Þú gerði það í upphafi fundar? Nú, þú last hann ekki. Hún var send út, hún liggur í fundargögnum, það er ekki sérstök þörf á því. Við vitum út á hvað hún gengur, við höfum rætt hana. Þannig að við ætlum að ganga til atkvæða málsmeðferðartillögunum að vísa þessu til fjárhagsáætlunargerðar. Þau ykkar sem að samþykja það gefið merki. Samþykkt með 9 að einhverju móti. Þau ætlum bara að vera á móti vinnuskólanum. Djók. Tökum atkvæðagreiðsluna aftur. Þið ykkar sem að samþykja að vísa tillögunni til fjárhagsáætlunargerðar gefið merki. Marta Guðjónsdóttir ætlar að koma hérna upp undir fundarsköp. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst þessi háttur á með þessar málsmeðferðartillögur. Mér finnst þetta að vera orðið ný tækni á þessu kjörtímabili að komum við í minnihlutanum með tillögur að þá ef að meirihlutinn treystir sér ekki til þess að samþykkja þær og vilja svona út frá einhverjum popúlisma ekki fella þær, þá koma þær með málsmeðferðartillögur. Hefði ekki verið eðlilegra að bera okkar tillögu upp fyrst og koma síðan með málsmeðferðartillöguna og því að okkar tillaga, hún gengur rauninni lengra heldur en hinn tillaga. Það er mín skoðun og ég óska eftir því að aðrir borgarfulltrúar hér tjáu sig það hvort að ég hafi á rétt að standa það á því að okkar tillaga gengur lengra. Og ætti því að vera tekin fyrir fyrst. Já, hér er fyrirspurn frá borgarfulltrúa Marta Guðjónsdóttir. Þú getur auðvitað ekki vísað tillögum til málsmeðferðar sem hafa verið felldar. Þannig að þetta eru eðlileg fundarsköp að vísa tillögum til meðferðar. Það er ekki verið að hafna henni, það er ekki verið að fella hana, það er ekki verið að vísa henni frá, heldur er í rauninni verið að afgreiða hana. Vegna þess að það liggur ekki fyrir til dæmis fjárhagsleg greining á tillögunni og því er verið að vísa henni til fjárhagsáætlunargerðar. Undir fundarsköp hefur Birna Sveinbjörnsdóttir beðið orðið. Frú forseti, borgarstjóri ágæta borgarstjórn. Ég ákvað að koma upp undir fundarsköp til þess að leggja áherslu og taka undir það. Þetta er orðið frekar hvimleitt þegar tillögunum er alltaf vísað í einhverjar úrvinnslu, nefndum og ráðum, reyndar núna til fjárhagsáætlunargerðar. Þegar það er hægt að taka ákvörðun strax, þetta taka ákvörðun, málsmeðferðartillagan gæti verið bara samþykkt með fyrirvara að fjármagn fáist í verkefnið. Þannig að bara því miður að þá er of seint að fara að taka þetta næsta ári þegar til dæmis kosningar orðið ekki, þá er þetta að blása þessu upp. Mér finnst bara að við skuldum unglingum Reykjavíkurborgar það að bjóða 8. bekk upp á þessa lausn í vinnumálum sínum. Þannig að undir fundarsköpum forseta þá vil ég leggja áherslu á það. Við tínum allt og oft tillögum sem hérna er vísað einhver og það er ekki teknar upp aftur. Já, hér þurfa borgarfulltrúar að taka efnislega undir liðnum fundarsköp en ekki lýsa skoðunum sínum. Hér liggur fyrir málsmeðferðartillaga sem hljóðar svo frá okkur. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að vísa til gerðar fjárhagsáætlunar 2018 að bjóða öllum 8. bekkingum í grunnskóla Reykjavíkur starfi vinnuskóla Reykjavíkur sumarið 2018. Þá er jafnframt lagt til að huga verði á aukinni fjölbreytni
og valmöguleikum í þeim störfum sem í boði verða. Fundasköpin eru mjög skýr. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, vill koma hér aftur undir fundasköp. Forseti leyfir henni náðarsamlegast það, örstutt. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ítreka þá skoðun mína að okkar tillaga gengur lengra. Við erum að tala að þessum aldurshópi gefist tækifæri á því að fá vinna núna í sumar hjá vinnuskólanum. Málsmeðferðartillagan ykkar gengur hins vegar út af því að vísa þessu í einhvern starfshóp eða stýrihóp, öllu heldur eins og það var kallað, og inn í fjárlagagerð. Við erum að tala að það verði brugðist við hér og nú. Þess vegna hefði ég kosið að okkar tillaga hefði verið borinu, þið megið alveg fellana og bera síðan upp breytingatillögu og þá skulum við sjá hvort að við erum reiðbúin til þess að samþykkja ykkar breytingatillögu. Mér finnst það betri bragur á því að við gerum það með þeim hætti. Já, eins og forseti hefur bent á, þá þetta ekki breytingatillaga, þetta málsmeðferðartillaga og ég ætla að bera hana upp. Þau ykkar sem að samþykkja þessa málsmeðferðartillögu gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Já, takk. Hún samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetur. Þau búið bókun. Hér eru búðar bókanir og við göngum til annars liður á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að gera fjármál hverfanna aðgengileg og fyrst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggjum fram eftirfarandi tillögu sem hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að upplýsingar fjármál hverfanna verði gerðar aðgengilegar á vef borgarinnar. Þannig verði skilgreint hvaða kostnaður verði til vegna þjónustu og framkvæmda í þágu íbúa ólíkra hverfa. Með tillögunni fylgir greinargerð sem hljóðar svo. Borið hefur á því að borgarbúum finnist að ójafnt sé skipt hvað varðar fjárfestingar í ólíkum hverfum borgarinnar. Mikilvægt að gera fólki kleift að fá upplýsingar hvað þetta varðar. Því lagt til að útbúin verði sýn á fjármálaleg gögn eftir hverfum þannig að sjá megi hvernig útgjöld skiptast. Skoða verði hvaða kostnaðarliðir falli undir þá skilgreiningu að vera í þágu íbúa hverfanna, þau gögn dregin saman til að auðvelda aðgengi. Eins verði skoða hvaða liðir eru miðlægir og eru þess eðlis að þeir eigi ekki heima í einu hverfi frekar en öðru, heldur nýtist öllum íbúum. Þessi tillaga nú svo sem ekki flókin, en við höfum ofta rætt hana, kannski ekki formlega eins og við viljum að við gerum nú og helst að við vonandi getið þið samþykkt það að þetta sé mikilvægt verkefni. Nú svo komið að tæknilega ætti þetta ekki vera erfitt. Það sem erfitt hugsanlega eða smá tímafrekt, það vel hægt, en það þarf að skilgreina svolítið hvað á að fara undir þessa flokka og auðvitað leggi það einhverja smá vinnu. Nú það auðvitað svo að við höfum verið að birta fjármálaleg gögn svona myndrænt þar sem að búið að draga þau saman og hægt að fá mjög auðvelda og góða yfirsýn eftir málaflokkum og alveg grafa sig ofan í málaflokkana. Þetta auðveldar auðvitað fólki verulega að bera saman og átta sig á stærðum, átta sig á kostnaði og hvernig í raun að veru fjármál borgarinnar líta út. Það skiptir okkur hér auðvitað miklu máli að fólk út í bæ sinni eftirlitshlutverki, fylgist með því hvað að gerast og því að það okkur afar verðmætt ef að fólk gerir það. Því betur sjá auga en auga og það held ég líka bara svona lýðræðislegt hlutverk okkar að opna á svona sýnir.
þannig að ég vona auðvitað bara að fólk hér í þessum sal taki jákvætt í þessa ágætu tillögu. Hún byggir auðvitað svolítið á því að við höfum öll heyrt að svona bera á því að fólk telji einhverju ójafna skiptingu milli hverfa. Það sé verið að fjárfesta meira í einu hverfi frekar en öðru og þetta kallar á einhvern ríg milli hverfa. Að einhver óánægja verður sökum þess að fólk bara hefur ekki gögn hvernig er verið að fjárfesta. Og ég held að það sé mikilvægt því að nú get ég til dæmis ekki svarið að það sé ekki ójafnt skipt, ég veit það ekki og þetta þurfum við auðvitað að setja svolítið niður og horfa í því auðvitað eigum við líka gæta þess að það sé jafnræði meðal íbúanna. Við séum að skipta eins vel og við getum. Svo auðvitað geta orðið þarna, það þarf eitthvað að horfa í það að fjárfestingar í hverju fyrir sig hafa kannski gerst á ólíkum tímum. Það er nýbúið að fjárfesta í nýju hverfunum og langt síðan fjárfest var í eldri. Þannig að skoða þar hvernig við berum þær upplýsingar fram. Ég held að þetta sé allt saman til, þetta sé allt saman fært og eigi ekki að taka langan tíma né vera verulega kostnaðarsamt fyrir borgarbúa. Hins vegar mun þetta skila okkur öllum svona betri heildarsýn á fjármálaleg málefni borgarinnar og ég bara get ekki séð ástæðu til þess að fara ekki í þetta verkefni. Þannig að ég vona að meirihlutinn og aðrir í minnihluta en sjálfstæðismenn taki vel undir tillögu okkar þetta mál. Takk. Það er Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, lúki máli sínu og næst tekur til máls Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Ætlarðu að taka til máls borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir? Bara hækka loftræstinguna. Forseti, borgarfulltrúar, við tökum undir tillögu Sjálfstæðisflokksins að fjármál hverfanna verði gerð aðgengileg. Það er líka spurning hvort að það sé hægt að, mér skilst að það sé tæknilega ekki hægt að upplýsa tekjur borgarsjóðs eftir hverfum, en ef að það er ekki rétt hjá mér eða það er í rauninni hægt, að þá væri mjög æskilegt að það var einnig hægt. En mér langar í þessu sambandi að vekja athygli á því að í 28. október 2014 að þá lagði áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvinna í hverfisvæði Grafarvogs fram tillögu eða fyrirspurn þar sem var óskað eftir annars vegar heildartekjum borgarsjóðs vegna Grafarvogs og hins vegar upplýsingum með yfirliti yfir stærstu útgjaldaliði borgarsjóðs sem snúa beint að hverfinu. Og þessi fyrirspurn var lögð fram í október 2014 og þar af leiðandi var verið að biðja þessar upplýsingar fyrir 3 síðustu ára undan. Nú er auðvitað komið árið 2017 og það sem er bagalegt í þessu er það að hverfisráðsfulltrúi Framsóknar og flugvallarvinna hefur nokkru sinnum ítrekað þessa fyrirspurn sína og meðal annars óskað eftir því ítrekunum að þetta verði sent til fjármálaskrifstofu og einnig til stjórnsýslu og lýðræðisnefndar og það var gert 15. desember 2015 það sem var sérstaklega óskað eftir þetta er sent á stjórnsýslu og lýðræðisnefnd vegna þess hversu seint og illa hafi gengið að fá svör við þessari fyrirspurn. Núna er komið maí 2017, í rauninni 1,5 ár frá því að það er óskað eftir því að stjórnkjöris- og lýðræðisnefnd eða lýðræðisráð hefur þetta væntanlega átt að vera kanni þetta, auk þess sem nú eru í rauninni liðin rúm 2,5 ár frá því að fyrirspurnin var lögð fram. Og þetta er auðvitað allt of langur tími. Þarna er eingöngu verið að biðja upplýsingar, annars vegar tekjur og stærstu útgjaldaliði eins ákveðins hverfis og það hefur ekki verið hægt að svara þessu núna á rúmum 2,5 ári.
Það er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn. Ég ætla að byrja á því að segja að mér finnst það ágætis hugmynd að sundurgreina eftir hverfum eins og hægt bæði útgjöld og tekjur. Ég held að það sé sennilega mikilvægur, jafnvel nauðsynlegur liður í því að viðhalda svona ákveðinni hverfaskiptingu og sjálfræði hverfa. Upplýsingar gefur náttúrulega lykilatriði í því og það að þau geti dálítið vakta það sjálf hvað að gerast á hvaða stað fyrir sig og eins og borgarfulltrúin Áslaug María Friðriksdóttir rekur að þetta sé ekki á einhverjum grunni þar sem að er talað út frá einhverjum grun eða tilfinningu, að þetta sé bara upplýst umræða sem að mun þá hjálpa til að viðhalda jafnræði á milli hverfa. Það er fínt að hafa þessa yfirsýn og ég held að það sé líka rétt að það eigi ekki að vera margar tæknilegar hindranir í þessu núna þegar við erum komið með þessar lausn við birtingu fjármálagagna sem á að bjóða upp á mjög mikla möguleika. Við í stjórnkerfis- og lýðræðisráði erum nú að vinna með fjármálaskrifstofu að því að setja upp planum næstu skref í því og hvað sé fýsilegt og raunhæft. Þetta getur fyllilega átt heima þar. En það sem að borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir rekur fyrirspurnina á Grafarvoginum, ég þurfti nú að fá tíma til að fletta því aðeins upp en ég man allavega til þess að þetta var tekið fyrir í ráðinu og minnir nú endilega að við höfum gefið ykkur svör sem að bárust frá fjármálaskrifstofunni sem að voru þess efnis að þetta væri allavega ykkurum vankvæðum bundið að sundurgreina þetta, en þetta er þá bara eitthvað annað sem að eitt atriði sem að þarf að vera undir þeirri vinnu að vinna þessa tillögu og skoða hvort að þetta er raunhæft og hvað standi þarna í vegi mögulega og hvað þurfi þá til að þetta sé hægt. Af því að þessi gögn hljóta að vera til, það er bara spurning hvernig þau eru skráð og hversu auðvelt er að taka þau saman. Þannig að ég held að það fari best á því að vísa þessu enn og aftur til fjárhagsáætlunargerðar. Þetta er heima á þeim vettvangi og þaðan sé hægt að vísa til dæmis til umsagnar eða vinnslu í stjórnkerfis- og lýðræðisráði og borgarráði eftir því sem við á. Það er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir óska eftir því að taka til máls. Forseti og borgarfulltrúar, ég bara þakka fyrir góð viðbrögð. Ég er bara mjög ánægð með það að við sjáum þetta sömu augum og bara tek undir að bara það er algjörlega þannig að þú veist, við náum betur utanum alla umræðu og fólk einhvern veginn er stöðura í umræðunni ef við erum með staðreyndir undir. Og það er okkar hlutverk að reyna að koma þeim eins vel til skila og við getum. Þannig að ég fagna því verulega að hér eigi að taka undir tillöguna og vísa henni til meðferðar eða vísa henni inn í fjárhagsáætlun stjórnkerfis- og lýðræðisráðs og legg bara til að það verði gert. Borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu. Á fundinum hefur komið fram málsmeðferðar til að vísa tillögunni til gerð fjárhagsáætlunar. Langar mér rosalega að biðja borgarfulltrúa að koma inn í borgarstjórnarsal. Eða væri séns? Nei? Það væri ofsalega gott ef að borgarfulltrúar kæmu inn í borgarstjórnarsalinn til þess að við getum greitt atkvæði það að vísa tillögu þessari til gerð fjárhagsáætlunar.
Þau borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Einhverjur á móti. Það er samþykkt samhljóma. Og flokkar áskilja sér rétt til bókunar undir þessum dagskrárlið, allir sem einn. Við förum í 3. mál sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins auki fjármagn til nýsköpunar í velferðarmálum. Það tekur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir fyrst til máls. Forseti, borgarfulltrúar, sem best að ég sé bara með alla tillögurnar, ég er að fljóta þessu. Hér er tillaga sem að fjallar að við hér í borgarstjórn samþykkjum að auka fjármagn til nýsköpunar í velferðarmálum. Og hún hljóðar svo, eins og hún liggur fyrir fundinum, borgarstjórn samþykkir að auka fjárveitingar vegna innleiðingar, rannsókna og nýsköpunar sem tengjast velferðartækni 100 milljónir króna á árinu 2018. Þannig að við erum svo sem að leggja til að þetta verði bara farið með þetta mál inn í fjárhagsáætlun næsta árs. En þessi tillagan sem slík efnislega er ekki ný. Því að strax í upphafi kjörtímabilsins þessa þá lögðum við til að sett verði fjármagn inn í ramma velferðarsviðs til þess að fjármagna ákveðna breytingar sem að algjörlega var þá ljóst að þyrfti að fara að glíma við. Í dag er það deginum ljósara að það er ekki hægt að bíða lengur og ég held að við séum, það er allir sammála það. Bara öll skrif, fólk veit þetta, það veit þetta og við verðum að samþykkja þetta. Greinargerðin hljóðar svo ég bara lesi hann upp. Nú fer í hönd gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2018 og ekki seinna vænna en að gera ráð fyrir þessum mikilvæga lið. Í upphafi kjörtímabilsins lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram tillögu að fjárfest yrði velferðartækni og nýsköpun 20 milljóna, en sú tillaga var felld. Lítið hefur miðað í þágu velferðartækni í Reykjavík, ekki hefur verið starfsmaður í fullu starfi að sinna þessum málum og þó að borgin hafi tekið þátt í samstarfsverkefnum á vegum norrænu ráðherranefndarinnar getur það ekki komið í stað þeirra vinnu sem nauðsynleg er í borginni. Greina þarf hvar í starfseminni ætti að innleiða breytingar, hvar eigi að taka upp tækninýjungar og nýjar leiðir í þjónustu út frá því sem best hefur reynst annar staðar. Nauðsynlegt er að stofna til samstarfs og nýsköpunarvettvangs við fyrirtæki og sprota í borginni sem áhuga gætu haft á því að koma að þessari þróun. Í slíku samstarfi gætu falist gríðarleg tækifæri sem ekki má vanmeta. Kostnað vegna slíkra vinnu verður ekki mætt innan fjárheimilda velferðarsviðs eins og staðan er í dag. Eins og ég sagði áðan þá stendur velferðarþjónustan á ákveðnum tímamótum og það þarf að mæta aukinni þjónustu þörf bæði vegna þess að hún er ekki næg eins og hún er í dag og fram hefur komið í úttektum og könnunum að fatlaðir í borginni telja sig ekki fá næga þjónustu. Þetta hlutfall er jafnvel 40%. 40% fatlaðra telja sig ekki fá næga þjónustu. Það er dálítið mikið og eins vitum við að með auknu hlutfalli aldraðra þá þurfum við að breyta kúrs til að geta sinnt þeim á sama hátt og við gerum í dag og betur því annars bara erum við að horfa fram á verri þjónustu kjör. Það sem þarf að gera er auðvitað að vinna að sveigjanlegum og persónulegri nálgun við hvern og einn en svo þarf við að horfa á þjónustukerfið allt saman og þetta þarf bara að fara að greina. Við þurfum að fara að greina hvaða tækni við getum innleitt. Hugsanlega bara ættum við að forgangsraða þannig að við horfum fyrst og fremst á þá tækni sem hægt er að innleiða með auðveldum hætti og hratt í fyrsta fasa á meðan við kaupum okkur tíma til þess að skoða enn frekar ferlana sem eru flóknari. Og ég veit að sumir veit ekki hvað velferðartækni er og ég vona auðvitað að ykkur séu að hlusta hér á fundin. En þetta eru auðvitað alls konar mál
velferðartækni getur verið bara allt frá því að vera bara einhverjir hlutir eins og bara innréttingar sem hægt að aðlaga hverjum á einum eða rúm sem að eru einhvers konar snjallrúm og skilja hvenær legið í þeim og hvenær ekki, geta hreyft sig, hægt að hreyfa á miklu fjölbreyttari hátt en við þekkjum í dag og við höfum í dag í þjónustunni. Þetta getur verið alls konar annað eins og hreyfiskynjarar, skynjarar sem notar í stað lykla, skynjarar til þess að bara finna út hvort einhver heima. Það hefur komið fram meðal annars hér á Íslandi að þeir sem eru mjög fatlaðir, jafnvel verulega skertir í samtali, þeir kjósa frekar að hafa tæknibúnað og vera einir heldur en að vera með næturvakt í formi lifandi veru. Og þetta er mjög áhugavert því að það er greinilegt að fólk er ekki að upplifa sig óöruggara með þessum hætti, heldur sjálfstæðara og leið og að upplifa sig sjálfstæðara þá finnst þeim lífsgæði þeirra aukast og auðvitað snýst þetta það. Þetta geta verið sérstök föt til þess að koma í veg fyrir bara það að detta og alls konar fylgihlutir og snertinemar og ég veit ekki hvað og hvað. Það er örugglega engin takmörk fyrir því sem hægt að láta sér detta í hug og við ættum að hvetja og stofna til vettvangs hér í Reykjavík þar sem við fjöllum hvað væri hægt að gera og bara biðjum okkar mest skapandi fólk að taka þátt í því, bæði tæknifólkið og aðra. Það verður að leiða fólki saman, fara í gegnum hvað við erum að gera, hvernig erum við að sinna þjónustunni í dag, hvað er að henni og hvernig komust við, hvað þurfum við að gera til að veita hana á mikið betri hátt, hraðar, ódýrar, þannig að hún geti í raun og veru uppfyllt sömu skilyrði og hún gerir í dag og sömu kröfur og sömu gæði og jafnvel sé einhvern veginn þannig fyrir komið að hægt sé að þjónusta fleiri í einu. Þetta vitum við þetta er hægt, við vitum það þetta er hægt, annars væri fólk ekki að fara í þetta. Það er til dæmi innleiðingu á til dæmis bara rafrænum samskiptum sem hafa stytt verulega og auki verulega gæði fólks. Þau komu aldrei alveg í staðinn fyrir hitt en segjum að til dæmis fólk gæti stofna til eitthvað sambands við ráðgjafa eða eitthvað sem að sér að því að viðkomandi fái ákveðna þjónustu. Samskipti við þennan ráðgjafa gætu farið fram rafrænt. Þau gætu farið fram rafrænt og þyrftu ekki að vera á þessu svolítið stirðaformi eins og við sjáum samskiptis mikið vera í dag. Þetta gæti leitt til þess að við erum að auka öryggi, við erum jafnvel gætum verið að rjúfa einangrun, það er hægt að vinna með svo mikið, það kemur svo mikið upp í hugan þegar maður fyrir að opna fyrir hugmyndaflæðið og ég held að sé ekki seinna vænna en að byrja. Nú er það svo að oft þetta hefur kannski helst verið að nýtast eldri borgurum og fólki með langvarandi sjúkdóma en sko það er hægt að horfa miklu breiðar. Ég veit að velferðarráðuneyti hefur nú eitthvað verið að vinna og lagt fram stefnuskjal. Ég veit svo sem ekki hvað hefur komið út úr því. Ég hef ekki fundið fyrir því mikið sem fulltrúi í velferðarráði Reykjavíkurborgar og ég held að Reykjavíkurborg sem er mjög leiðandi í alls konar hlutum meðal annars heimaþjónustu hafi sterka rödd og mikla vigt sinni hún þessu sviði vel og ég held að hún bara borgin að gera það og við eigum að samþykkja það hér. Eins og svo sem farið var yfir í greinargerðinni með tillögunni þá finnst okkur ekki hafa verið nægilega verkefnið ekki fengið næga vigt og því ekki verið sinnt
eins og hægt hefði verið á þessu kjörtímabili. Talað hefur verið að eitt starfsmaður hafi eitt stöðugildi sinnt því ber reyndar ekki saman við þær upplýsingar sem ég fæ frá velferðarsviði, því að þar talja menn að það hafi alls ekki verið eitt stöðugildi heldur starfsmaður að hluta, og það bara gengur ekki, það ekki nóg. Þannig að ég vona að þið sjáið mikilvægi þess að fjárfesta bara í þessu ferli sem þarf að gera, og auðvitað þarf tíma til þess að útfæra verkefnið, og ég skil það vel, og þess vegna setjum við inn í tillöguna að við erum í raun og veru að kalla eftir því að þessi fjármunir verði til staðar inn í ramma velferðarráðs fyrir árið 2018, þannig að við getum þá nýtt það sem eftir ársins í einhvers konar skipulag eða einhverja uppsetning á því hvernig væri hægt að vinna áfram þegar fjármunirnir svo berast. Þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt, og mér finnst svolítið svona skemmtilegt, því að það er auðvitað til verkefni sem heitir Snjallborgin Reykjavík, þar sem verið að vinna með alls konar snjallar hugmyndir og rafrænar og maður veit ekki hvað maður á að kalla þetta lengur allt saman, en þar til dæmis fannst mér ekki þegar ég fékk kynningu á því daginn nógu mikil áherslu á velferð. Þar eru ótrúlega snjallar hugmyndir í alls konar geirum, meðal annars verið að tala snjalla ljósastaura og auðvitað hleðslustöðvarnar, og ég veit ekki hvað svo hvort ég að fara yfir þetta eitthvað sérstaklega, en þarna fannst mér vanta mikið velferðarmálin, vegna þess að þau eru svo stór hluti Reykjavíkurborgar, þau eru svo stór hluti af fjármálum borgarinnar, og þau eru náttúrulega ekkert stór hluti af lífsgæðum þeirra sem að þurfa hjálp og aðstoð, og þess vegna megum við ekki bíða lengur, og ég bara vona að fólk hér í þessum sal sjáu þetta mál með sömu augum og ég og við í Sjálfstæðisflokknum, og hlakka til að heyra hvað þið hafið að segja. Það er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu, og það er borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson óska eftir því að taka til máls. 1, 2 og bingo. Frú forseti, ágæta borgarstjórn, hér erum við komin fram inn fínasta tillaga. Við höfum rætt þessi mál nokkrum sinnum hér í þessum sal og mun oftar á vettvangi velferðarráðs. Fáir brenna meira fyrir þessum málum en einmitt borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Það var ræðu hennar að dæma, varst frá skauta svona auðvitað létt í gegnum þau verkefni sem þó unnið að, þó að ég alveg inntæki hennar ræðum að hún vilja að borgarfulltrúin vilja stígin stærri skref í þessum efnum. Ég ætla að fá að renna eins yfir það sem verið að gera fyrir þá sem hér eru og eru að hlusta. Þá hefur velferðarsvið síðan frá haustinu 2014 tekið þátt í ýmsum verkefnum á sviði velferðartæknilausna. Þar ber hæst norræn keppni tæknilausnir sem haldin var á vegum norrænu höfuðborganna 5, Helsinki, Kaupmannahafnar, Oslo, Reykjavíkur og Stokkólms í samvinnu við norrænu nýsköpunarmiðstöðina. Þetta samstarf var til þess að sótt var styrki í nýtt verkefni, norrænt bandalag lifandi tilraunastofa, sem velferðarsvið tekur þátt í samstarfi samtök iðnaðarins. Varðandi þetta stóra norrænu keppni sem ég minntist hér áðan, þá bárust hvort það voru ekki 400 eitthvað tillögur umsóknir, þar af 63 íslenskar, og af þeim komust 3 í svona undan úrslit eða inn í 20, það sem voru fyrirláð 25 tillögur, og að minnsta kosti eina af þeim tillögum lifir enn góðu lífi þó hún ekki náð inn í úrslitin.
meðal annarra verkefna sem Reykjavíkurborg kemur að er samstarfsverkefni borgarinnar og Akureyrar í samvinnu við velferðarráðuneytið sem nefnist Connect. Þar eru 10 norræn sveitarfélög að vinna með aðstoð stjórnvalda við að búa til verkfæri til þess að hægt sé á áhrifaríkan hátt að koma á velferðartækni á laggirnar á sveitarstjórnarstiginu. Þetta samstarf leiddi til þess að velferðarsvið ásamt Akureyrarkaupstað sótti styrk til velferðarráðuneytisins til verkefni nýsköpun og tækni á sviði velferðarþjónustu. Núna í lok mánaðarins fer fram málþing hér í Reykjavík, annars vegar hér á Íslandi, annars vegar á Akureyri og svo í Reykjavík í Norræna húsinu þetta verkefni og innleiðingu velferðartækni í þjónustu sveitarfélaga og ég held að allir borgarfulltrúar hafi fengið póst þess efnis og veit til þess að við ætlum allan að við sem sitjum í velferðarráði munum fara þennan fund því að þar og eins og á velferðarsviði er mikill áhuga á verkefninu. Þá getur sagt frá því að nú hafin vinna við að móta stefnu í málefnum eldri borgara til ársins 2022. Núgildandi stefna rennur út næstu áramót. Þrátt fyrir að vinnan sé rauninu bara nýbyrjuð þá liggur fyrir að inn í þá stefnumörkun mun koma kafli eða það sem sjónum verið beint að nýsköpun og velferðartækni sem sérstökum áherslupunkti. Þessi stefnumörkun verður unnin hratt og á þeim grunni á þeirri stefnu sem nú er í gildi en fyrir liggur að við ætlum að vera þeir sem í þeirri vinnu þátt taka að klára það verkefni strax í haust. Nú borgarfulltrúinn kom inn á það kynningu sem við fengum á seinasta fundi velferðarráðs þar sem við fengum kynningu annars vegar á rafrænni þjónustumiðstöð og síðan Smart Cities verkefninu og ég held að sé að það sé nokkuð ljóst að fjölga þarf í því teymi með áherslu á velferðarþjónustu líkt og borgarfulltrúinn kallaði eftir. Framkom á þessum fundi að það er ansi margt í gangi sem mun nýtast á sviði velferðartækni auk þeir sem stöðugildi með áherslu á velferðarþjónustu myndi auðvelda vinnu við að sækja styrki fyrir ólíkum verkefnum út fyrir landsteinana því á fundinu kom fram að það er miklir erlendir peningar, miklir peningar í útlöndum sem hægt að sækja í verkefni sem er að þróa hér á landi. Svo er þetta flotta verkefni með útprenta skýrslu tilraunaverkefni sem lögð var fyrir velferðarráð mitt síðasta ár, endurhæfing við athafnir daglegs lífs. Þarna er samstarfsverkefni sem sviðið vann og frumkvæði kom frá sviðinu í samstarfi við velferðarráðuneytið. Fyrirmyndin er dönsk og hugmyndafræðin á bak við þetta verkefni, endurhæfing við athafnir daglegs lífs, snýst að virkja eldri borgara og styrkja þá til að vera virkir þátttakendur í eigin lífi eins lengi og mögulegt er. Með þessu verður að bæta lífsgæði eldri borgara og á sama tíma verður að senka þeim tímapunkti að viðkomandi einstaklingu þurfi varanlega aðstoð frá sveitarfélaginu og þar spilar inn í meðal annars velferðartækni og þetta var tilraunaverkefni sem gekk mjög vel og fékkst góðu styrku frá velferðarráðuneytinu. Í framhaldinu var lögð fram tillaga og sérstakur verkefnastjóri ráðinn sem byrjaði undirbúninguna 1. maí og fyrsta teymið þar sem þessi hugmyndafræði verður höfð að leiðarljósi fer að stað í Efri byggð strax á næsta ári og svo bætast við önnur 2 teymi árið 2019 í mið- og vesturbyggð. Ákaflega spennandi og hluti af þessari þjónustu og stefnu borgarinum að þjónusta fólk heima sem lengst. Það er nokkuð ljóst að það er orðið tímabært að ráðast í sérstaklega stefnumörkun í þessum málum, það er velferðartæknilausnum og að brýnt fyrir borgina að hafa skýra stefnu í því hvernig við viljum standa og flétta inn velferðartækni þjónustu okkar við borgarbúa og þá má segja að þetta sé í burðarliðinu, þetta hefur verið rætt formlega og óformlega á vettvangi velferðarráðs og við starfsmenn sviðsins og fyrir liggur áhuga á því verkefni og ég held að samhliða
eins og þessari tillögu sem hér liggur fyrir, að það fari vel saman að drífa þá vinnu í gang, þróa sín og gera aðgerðaráætlun hvernig við viljum standa að málum. Við ætlum að þar sem að tillagan þannig sett fram að hér talað 100 milljónir, hvorki meira né minna, verður settar hennar lið á næsta ári. Það liggur þetta ekki nákvæmlega fyrir akkur þessi uppæðið frekar einhver önnur valin. Það kom ekki fram í erindi borgarfulltrúans og mætti ætla að nokkuð gróf áætlað slump sé að ræða. Þannig að við ætlum að leggja til að vísa þessari tillögu til gerð fjárhagsáætlunar og ég held að samhliða því þurfum við að hendast af stað í stefnumótunarvinnuna. Þannig mér líst, og eins og ég tók fram hér í byrjun erindisins, það líst vel á tillöguna, en upphæðin, og það er ekki rökstutt nákvæmlega, þessi tala frekar en einhver önnur, en þetta þarf að skoða og ég held ég geti fullir fyrir meirihlutans að við viljum fara gaumgæfilega yfir öll þessi mál og höfum metnað til að gera vel í þessu. Takk. Það er borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir óska eftir því að taka til máls. Mér líst bara vel á þessa tillögu afgreiðslu tillögunar og við munum samþykkja hana. Það er alveg rétt, 100 milljón krónurnar eru svona gróflega settar fram og að sjálfsögðu má alveg vinna eitthvað með upphæðina en einhvers staðar sá ég að það vantaði 50 milljónir bara til þess að halda úti velferðarliðnum inn í Smart City verkefninu. Og ég held að mér fannst eins og að það hefði komið fram í kynningunni á fundi velferðarráðs og fann ég það ekki meðan þegar ég var að undirbúa þessa tillögu. En mér fannst í ljósi þess að við hefðum svolítið tapað tíma að það væri réttlætanlegt að tvöfalda þá upphæð til þess að geta unnið ennþá hraðar, sett fleiri verkefnin og jafnvel skipulátt þetta þá með svona ennþá meiri sóknarhug í forgrunni þegar við förum að stað. Þannig að já, þetta er gróflega en samt held ég að við eigum að horfa í að það verði einhver slík upphæð. Hennar er þörf í velferðarmálum. Takk. Það var borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu, fram hefur komið málsmeðferðartillögum að vísa tillögu þessari inn til gerð fjárhagsáætlunar þeir borgarfulltrúar og það er ótrúlega gaman að hafa alla borgarfulltrúa í þessum sal. Við göngum til atkvæðagreiðslu og bið ég borgarfulltrúa að ganga inn í borgarstjórnarsalinn. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það að vísa tillögu þessar til gerð fjárhagsáætlunar gefur merki. Það er samþykkt samhljóma. Við göngum til dagskrár og tökum fyrir 4. mál á dagskrá. Það er tillaga borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallarvinna gjaldfrjáls námsgögn í grunnskólum. Það tökur borgarfulltrúi Guðfinna Jóna Guðmundsdóttir fyrst til máls. Forseti, borgarfulltrúar, ég mæli fyrir tillögu Framsóknar og flugvallarvinna á mannréttindadegi Reykjavíkurborgar að Reykjavíkurborg veiti öllum börnum í grunnskóla Reykjavíkur nauðsynleg námsgögn gjaldfrjálst frá og með næsta hausti. Eins og kunnugt styðja gjaldfrjáls námsgögn við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem lögfestur hefur verið hér á landi. En samkvæmt honum eiga öll börn rétt á grunnmenntun án endurgjalds og það má ekki mismuna börnum sökum stöðu þeirra eða foreldra þeirra, svo sem vegna efnahags. Gjaldfrjáls námsgögn er liður í því að vinna gegn mismunum barna og styður það að öll börn njóti jafnræðis í námi. Eins og
við öll þekkjum að þá hafa Barnaheill frá árinu 2015 vakið athygli á kostnaði foreldra vegna innkaupa á námsgögnum grunnskólabarna. Samtökin telja að slíkur kostnaður sé töluverður baggi á barnafjölskyldum en jafnframt síðan í ósamræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og í tilkynningu frá samtökunum nýlega segir, með leyfi forseta, sáttmálinn var lögfestur á Íslandi 20. febrúar 2013 og gildi því sem lög hér á landi. Í 28. grein hans börnum tryggð gjaldfrjáls grunnmenntun og kostnaðarþátttaka foreldra því í raun ólögleg. Þess vegna óásættanlegt að innkaupalistar skuli enn vera við lýði í flestum grunnskólum landsins. Tilvitnun lýkur. Barnaheill hafa skorað á yfirvöld að vinna að þessum breytingum eins fljótt og auðið svo innkaupalistar verði ekki sendir út fyrir næsta skólaár. Og við þekkjum að grunnskólinn á Ísafirði hefur fylgt þessu síðustu 2 námsvetur og nýlega var þetta samþykkt í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Það mikilvægt að þessir innkaupalistar heyri sögunni til og skólinn sjá að útvega öll námsgögnin. Með því komið í veg fyrir mismunun barna, samanburð á milli barna, auk þess sem að það stuðlar að betri nýtingu og minni sóun sem nú aldeilis umhverfisvænt. Og hver kannast ekki við það sem foreldri að hafa keypt of mikið magn á gögnum eða of lítið magn á gögnum eða keypt eitthvað sem ekki í samræmi við það sem allir hinir eru með eða keypt eitthvað annað heldur en það sem átt að kaupa eða gleymt einhverju sem átt að kaupa. Með þessu meiri möguleiki að kennararnir getur betur stýrt því að ekki sé verið að kaupa of mikið magn, það ekki verið að kaupa röng námsgögn og svo framvegis og líka það hægt að nota gögnin á milli ára og deila á milli nemenda. Sú leið sem að tíðkast í sumum skólum og foreldrar greiði skólanum ákveðna upphæð fyrir námsgögn samræmist ekki barnasáttmálanum. Skóla- og frístundasvið hefur áætlað að kostnaður vegna námsgagna fyrsta árið sé einhvers staðar í kringum 100 milljónir króna vegna startkostnaðar en verði síðan 60 milljónir árin þar og eftir með við núgildandi námskrá og verðlag. Við búum svo vel í Framsóknarflugvallavinum að einn í okkar röðum fór í gegnum þessa innkaupalista hjá grunnskólunum og tók einn til viðmiðunar og kannaði smásöluverð og miðað við fjölda barna í Reykjavík að miðað við smásölu væri þetta, ef allt saman keypt á öllum þessum listum, væri þetta í kringum 145 milljónir en með 30% afslætti væri þetta þá 100 milljónir og slík magninnkaup eins og Reykjavíkurborg myndi þá gera þetta veittur afsláttur af, þannig að það má alveg gera ráð fyrir því að þessi tala sem að skóla- og frístundasvið hefur reiknað og svona áætlað að hún sé rétt. Þannig að það í rauninni að ef við ætlum að vísa þessari tillögu til gerð fjárhagsáætlunar á næsta ári þá kemur hún ekki til framkvæmda nú í haust og því teljum við mikilvægt að ef að það ætlunin að vísa þessu núna til fjárhagsáætlunargerðar að við tryggjum það að það verði veitt auka fjárveiting þannig að það verði hægt að koma þessu á núna í haust. Þessi kostnaðurinn liggur svona cirka fyrir að þetta séu 100 milljónir fyrsta árið. Þá ætti nú ekki að vera flókið og taka langa tíma að fá það endanlega úr því skorið að finna út úr þessu. Eins og ég benti á hér í upphafi að þá styður þetta barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem við höfum samþykkt. Það komin áskorun frá Barnaheill og við Reykjavíkurborg við eigum auðvitað að sýna gott fordæmi og koma þessu í gagnið strax í haust. Gjaldfrjáls námsgögn stuðla að jafnræði á milli nemenda og koma í veg fyrir mismunun og sóun. Það var borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, lokið máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Helgason, næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, hér gott mál á ferðinni, tillaga gjaldfrjáls námsgögn og ég held að hugsunin og
stefnan í málinu sé góð og geti stutt hana. Þetta hefur oft verið í umræðan á liðnum árum og margir hafa vísað í bæði barnasáttmálann eins og frumvarpandi gerði og sömuleiðis grunnskólalögin, þar sem að svona grunnhugsunin sú að grunnskóli sé gjaldfrjáls. Það hins vegar ekki þannig eins og stundum haldið fram í umræðinni að hér sé einhvers konar lögbrot að ræða, því að það í grunnskólalögunum í 31. greininni heimild til sveitarfélaganna að haga málum með þeim hætti sem flestir hafa gert, þar að segja að útvega ekki nemendum gögn til persónulegra nota. Með leyfi forseta þá ákvæðið svona orðrétt: þó opinberum aðilum ekki skylt að leggja nemendum til gögn til persónulegra nota svo sem ritföng og pappír. Það ljóst að ef menn ætla að breyta þessu þá þarf að breyta lögunum nú eða þá að fara þá leið sem að tvö sveitarfélög hafa farið, sem bara að taka þetta á sig, taka þetta á bakið og bera þennan kostnað. Það vill svo vel til að það komið fram í þinginu frumvarp sem að 4 þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa lagt fram, einn úr Vinstri grænum, einn úr Samfylkingu, einn úr Pírötum og einn úr Framsóknarflokki. Og það allrar athygli vert. Þetta mjög einfalt að efni þetta frumvarp en skýrt. Þar einfaldlega lagt til að þetta ákvæði að opinberum aðilum sé ekki skylt að leggja nemendum til námsgögn til persónulegra nota verði fellt niður og gjaldfrelsið verði þar af leiðandi fyrirvaralaust, ef svo má segja. Jafnframt lagt til í frumvarpinu að ríkið fjármagni þessa aðgerð með nýju fjármagni sem komi inn í jöfnunarsjóð og verði þaðan deilt út í sveitarfélagana. Og ég held að þarna hafi menn hitt naglann á höfuðið. Það bæði eðlilegast og sanngjarnast ef við erum að horfa á nemendur á Íslandi að ríkið komið þarna inn með nýtt fjármagn. Það auðvitað eina leiðin til þess að allir nemendur í landinu sitji við sama borð. Það sé ekki háð vilja eða fjárhagslegu bolmagni einstakra sveitarfélaga hvort nemendur og foreldrar þeirra fá ókeypis námsgögn eða ekki. Hver kostnaðurinn? Það hafa ýmsar tölur verið á lofti. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur tekið saman kostnaðinn, svona ákveðna nálgun á kostnaðinn fyrir foreldra og hann breytilegur. Það þeirra niðurstaða að hann geti verið allt frá því að vera örfá nokkur 100 krónur, 400 krónur ef maður það rétt, og upp í 20.000 rúmlega, 22.000 fyrir hvert barn. Meðalkostnaðurinn liggur á bilinu 7.000 til 8.000 fyrir hvern nemanda. Þannig að heildarkostnaðurinn fyrir sveitarfélögin öll í landinu gæti losað 300 milljónir, 320 milljónir ef við miðum við þennan meðalkostnað. Og flutningsmenn frumvarpsins ganga út frá því að það væri hægt að ná þeirri tölu niður í 300 milljónir, hugsanlega enn neðar, með því að beita örútboðum og hagkvæmum innkaupum. Og ég held að það sé ekki fjarri lagi. Ég held að það sé klárt að borgin hefði klárlega þá möguleika að beita hagkvæmum innkaupum til þess að ná þessum kostnaði niður. Forseti ágæta borgarfulltrúa, nú þarf auðvitað að hafa alla fyrirvara á því að þó að fram sé komið frumvarp, þá langur vegur frá því að það hafi verið samþykkt sem lög frá Alþingi. Frumvarpið var lagt fram í mars, það hefur ekki verið mælt fyrir því. Enga líkur á því að það nái fram að ganga á þessu þingi sem að klárast á næstu 2 vikum ef ég þekki það rétt. En ég held þó að við getum gert okkur vonir það að svona frumvarp eigi að hafa möguleika á því að ná í gegn. Það kallar vissulega á stuðning ríkisstjórnarflokkana en ákallið býsna sterkt, kemur frá barnaheillum, kemur frá foreldrum og ég held að þessi nálgun að reyna að nálgast málið út frá jafnræði allra nemenda í landinu nú sé rétt. Nú það eitt sem að frumvarpið tekur ekki á eða þingmennin, og það hvernig fjármagninu yrði deilt út, og vissulega það svona jarðsprengjusvæði. Við eigum mörg sorgleg dæmi það á undanförnum misserum að jafnvel þó að komið hafi nýtt fjármagn frá ríkinu þá hefur ekki tekist að ljúka málum með farsælum hætti þannig að sveitarfélögin hafi getað komið sér saman hvernig fjármagninu yrði síðan deilt út til þeirra innbyrðis. Nefni sem dæmi þetta mál sem tengdist séreignarsparnaðinum og skattfrelsi lífeyrissparnaðar. Það mál ennþá fast eftir mörg ár og þrátt fyrir að fyrirheit fyrirverandi fjármálaráðherra hafi legið fyrir fjármagnið. En ég myndi telja, svo ég segi mína skoðun, að það væri sanngjarnast og eðlilegast að miða einfaldlega við nemendafjölda þannig að sveitarfélög fengju útdeilt fjármagni í samræmi við fjölda nemenda í sveitarfélaginu. Það myndi gefa okkur að Reykjavík sem með tæplega 3/3 grunnskólanemenda í landinu fengi þá sirka 3/3 af fjármagninu.
En svo mætti alveg rökstyðja það að sanngjarnt væri að fámennari sveitarfélög sem hafa færri tækifæri til þess að nýta sér hagkvæmni stærðarinnar fengju hlutfallslega meira á kostnað hinna fjölmennari. Og svo má líka nefna í lokin og mér finnst það eðlilegt að það sé sagt að auðvitað er eðlilegt að við nýtum það sem til inn á heimilum landsmanna. Það er á minnstakosti öðru hverju heimilu og líklega langflestum reiknivélar og dýrari búnaður sem að kalla þér eftir á þessum innkaupalistum að börnin okkar hafi og óþarf að eyða dýrmætu fjármagni í að möblera allt upp á nýtt, ef svo má segja. Vinnum gegn sóun og nýtum það sem til er. En ég vil bara að lokum segja að þetta er mál sem að verðskuldar að við skoðum það vel með opnum huga. Það væri eðlilegt að fara í að ganga eftir því hver er vilji ríkisstjórnarinnar í þessu máli, er hún tilbúin til þess að stíga einhver skref, til dæmis í anda þess frumvarps sem að fram er komið og framhald málsins myndi þá kannski svolítið ráðast af viðbrögðum stjórnvalda við erindinu. En okkar vilji er jákvæður til þess að rýna þetta vel og ég legg til að við vísum málinu til fjárhagsáætlunargerðar og tryggjum að það fái vandaða meðferð. Það er borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu. Það eru einn borgarfulltrúi óskar eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, eins og borgarfulltrúin Skúli Helgason kom inn á að þá liggur fyrir frumvarp það að þetta verður í lagaskyldu og ríkið eigi að sjá að greiða þennan kostnað. Málið er hins vegar það að það er stutt eftir á þinginu og alls óvíst að þetta frumvarp verði samþykkt á þessu þingi og þar af leiðandi verður það ekki komið til framkvæmda í haust. Auðvitað er gott ef hægt er að nýta það sem til er á heimilunum, það er auðvitað sjálfsagt. En með því að vísa þessu til fjárhagsáætlunargerðar að þá erum við auðvitað ekki að fara að samþykkja þetta núna fyrir þá næsta haust þegar að skólinn hefst aftur og það er auðvitað, þá drögum við þetta að minnstakosti í 1 ár ef að það skyldi fara svo að þetta frumvarp yrði samþykkt á Alþingi og þetta yrði að lögum. Þá missum við heilt ár út. Þannig að það er eðlilegt að við, til þess að gæta jafnræðis á meðal barna í borginni, að við stígum þetta skref, nákvæmlega eins og bæjarstjórn Reykjanesbæjar gerði núna fyrir stuttu síðan. Þannig að ég vona að borgarfulltrúar, meiri og minnihluta, samþykki þessa tillögu og verði ekki með frestunar áráttu í þessu mikilvæga máli. Það er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans, þá svarar borgarfulltrúi Skúli Helgason andsvari. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég held að það sé klárlega besta lausnin á málinu að við fáum úr því skorið hvort að ríkið er tilbúið að hreyfa sig það. Við erum með frumvarp fyrir þinginu, það er skíteinfalt að drífa það í gegn. Ef að það næst ekki á næstu 2 vikum í þinginu, að þá er hægt að taka upp viðræðu við þá ráðherra sem að hafa með málið að gera og fá alveg á hreint hvort að það er ekki vilji á ríkinu til þess að stíga þarna inn. Þetta er ekki stóri peningar í heildarsamhenginu. Smottir í fyrir ríkið að slaka þessu fram 300 milljónir sem er líklega hámarkstala og það er þá ekki fyrir að sú niðurstaða liggur fyrir. Það á ekki að þurfa að taka langan tíma að fá botn í það sem að við getum þá tekið boltan og sagt að það liggur þá fyrir að ríkið ætlar ekki að hreyfa sig og þá væri rétt að borgin stígi en fyrir Ísland er það vond niðurstaða að það sé sjálfdæmi einstaklega sveitarfélag og þá verður það bara þannig að það verða burðugustu sveitarfélögin sem að munu taka þetta á sig. Nemendur í þeim sveitarfélögum sem að hafa minna umleikis munu þá bera skarðan hlut frá borði og ég veit ekki hvernig menn ætla að réttlæta það út frá barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það var borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við það að svara andsvari, þá telst andsvörin lokið, þá ekki fleiri hvatt sér hljóð undir þessum dagskrárlið og beri upp þá tillögu að vísa tillögu þessari til gerð fjárhagsáætlunar þegar borgarfulltrúar samþykkja það, gefið merki.
Dagur, hvað má bjóða þér að gera? Samþykkja, alveg viss. Það telst samþykkt. Nú rigna hér inn bókana hugmyndir og áskila flokkar sér rétt til þess. Takk fyrir góða ferð fyrir þessu umræðu. Við göngum til dagskrár og við tökum út forseti boðar það hér með að fresta umræðu stöðu og kjör barnafjölskyldur Reykjavík. Hvernig leggst það í hópinn? Vel. Þessi samþykkja það gefur merki. Þessari umræðu frestað. Við förum í 7. lið, við þurfum að leggja fram fundargerð borgarráðs frá því 14. maí, fundargerð borgarráðs frá því 11. maí, við þurfum að, hvað? 5. lið, vá! Það er umræðu styttingu vinnuvikunar án launaskerðingar. Þá tekur hver til máls, þá er að borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson, gjörðu svo vel, afsakið þetta. Frú forseti, ágæta borgarstjórn, það er ekkert afsaka. Þarna var, takk fyrir, þarna var svo borgarfulltrúi Ásbjörn Blöndal og forseti að reyna að stytta vinnuviku borgarfulltrúa. Við ætlum að vera hérna eitthvað aðeins lengur. Ég ætla hérna fá að gera eitthvað sem ég hef aldrei gert áður, að vera með glærur hér í þessum sal. Sko, þetta mun vonandi ganga vel, þrátt fyrir það ég hef ekki gert áður. Ég nota svona græju sem kennari, þannig að þetta hlýtur að rúla fínt hjá okkur hér. Tilefni er samantekti áfangaskýrslan sem var lögð var fyrir í borgarráði í lok síðasta mánaðar þetta tilraunaverkefni og ég ætla að renna gegnum svona verkefnið og það er niðurstöður sem þar birtust. Hér upp á vegg má sjá kvót í starfsmann borgarinnar sem tekur þátt í verkefninu. Mér finnst ég einhvern veginn hafa betur stjórn og geta samþætt fjölskyldulífið og vinnuna betur saman. Það svolítið rammar inn tilgangi með verkefninu og ég sýni ykkur fleiri kvót hér á eftir frá starfsmönnum sem taka þátt. En það var semst í mars 2015 sem við ýttum úr vör tilraunaverkefni borgarinnar sem snýr að styttingu vinnuvikunar. Verkefni naut strax talsverðar og jákvæðrar athygli, enda geta langflestir tengt sjálfa sig við þessa hugmyndum styttri vinnuviku. Að auki hafa undanförnum árum fleiri og fleiri sýnt málinu áhuga, stéttarfélög þar á meðal sem sett hafa þessar áherslur ofarlega í sínar kröfugerðir og það er meðal annars ástæðan fyrir því ákveðið var að fara í verkefni. Eitt þessar stéttarfélag meðal annars aðkomu að hópnum sem heldur utan verkefni, BSRB, framkvæmdastjóri þeirra á sæti í stýrihópnum. En það var í mars 2014 fyrir rúmum 3 árum sem borgarstjórn samþykkti samhljóma tillögu þáverandi borgarfulltrúa Sóleyjar Tómasdóttur að stofna starfshópur með það að markmið að útfæra tilraunaverkefni styttingu vinnudags án launaskerðingar. Starfshópurinn var skipaður með erindisbréfi í október sama ár 2014 og í desember lagði hópurinn til að 2 starfsstaðir yrðu fyrir valinu sem voru annars vegar skrifstofa Barnaverndar Reykjavíkur, hins vegar þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts. Og að auki var skipaður stýrihópur kjörinna fulltrúa og fulltrúa áðurnefnds BSRB til að hafa umsjón með verkefninu. Þetta eru þekkið vonandi væntanlega öll þessa 2 staði. Þarna voru rafrænar kannanir meðal starfsfólks lagðar fyrir og átt að rýna í andlega og líkamlega þreytu í lok vinnudags og skoða það álag í starfi, starfsánægju og starfsanda, samræmingu vinnu og einkalífs og væntingar til verkefnisins. Það var semst í mars og hvernig þetta var metið. Það var semst í mars 2015 fyrir rúmum 2 árum sem tilraunaverkefnið hófst á umræddum starfsstöðum. Umtalsverð eftirfylgni var með verkefninu. Reglulegar kannanir hafa verið framkvæmdar á meðal starfsfólks og þjónustuþega og fylgst var með hreyfingum í málaskrá, yfirvinnu og veikindafjarvistum. Og ef við rifjum aðeins upp niðurstöðurnar eftir fyrsta árið sem voru kynntar hér á málþingi sem hér fór fram í Ráðhúsinu í maí á síðasta ári fyrir akkúrat ári. Þá voru niðurstöðurnar mjög jákvæðar. Hér er verið að spurja starfsfólk í Barnavernd og Árbæ
einkenni álags og starfsánægju og þar mældist marktækur munur þegar horft frá hvernig starfsfólki svaraði áður en verkefnið hófst og þegar ár var liðið. Andleg einkenni álags drógu saman, líkamleg einkenni álags drógu saman og starfsánægja jókst. Það eftir því sem talan hærri, það betra. Hérna eru fleiri kvót í starfsmenn, þetta ákveðin forréttindi að fá að hætta hádegi og fá sömu tekjur, mér finnst það ekki spurning. Maður aðlaga sig að þessu bara meðvitaður tíman sinn og markvissari. Eins og áður sagði, þá var hér fyrir ári haldið málþing niðurstöðu tilraunaverkefnisins. Þar voru jákvæðar og benti til þess að stytting vinnuvikunar hefði jákvæð áhrif á heilsu, vellíðan, starfsanda og þjónustu í Reykjavík og af þeim sökum var ákveðið að útfæra verkefnið enn frekar og kanna hver áhrifin geti orðið á ólíkum starfsstöðum borgarinnar. En svo ég refi upp niðurstöðunar þarna fylgdust með þjónustumiðstöðinni og hvort að það mætti greina einhver óánægju með þjónustunni eða breytt á opnunartíma því að þjónustumiðstöðin var og gerir enn lokar fyrr en svo ekki. Eftir þetta fyrsta ára eru vísbendingar að veikindi, skammtímaveikindi dragist saman og sem voru það enn einn rök fyrir því að halda tilraunaverkefninu áfram til að sjá yfir lengri tíma hvort þetta var eitthvað tilfallandi eða hvort þetta væri trendi. Hreyfingar í málaskrá, hérna má sjá línuritt yfir þjónustumiðstöðvarnar og það engar skarpar breytingar þar, helst óbreytt milli ára áður en að verkefnið hófst og eftir að það hófst. Þannig að saman með barnaverndina og þá drögu það ályktun að það sé verið að vinna í sama fjölda mála og framleiðir því ekki að draga saman. Nú seinasta haust hófu þann 1. október hófu hverfa og verkbækistöðvar umhverfis- og skipulagssviðs þátttöku í tilraunaverkefninu. Þetta eru hverfastöð austur, hverfastöð vestur og þjónustumiðstöð borgarlandsins. Mánuði síðar bættust 3 aðrir starfsstaðir við tilraunaverkefninu. Það voru Laugardalslaug, heimaþjónustu og heimahjúkrun í Efri byggð og leikskólinn Hof og þar með frá og með 1. nóvember síðastliðnum voru 8 starfsstaðir þáttakendur í verkefninu og 300 starfsmenn borgarinnar. Þetta eru mjög ólíkir starfsstaðir. Það var nú hugmyndin að færa okkur frá þessum skrifstofum, þar sé að þjónustumiðstöðinni og barnaverndinni og sjá hvernig þetta kæmi út á öðrum stöðum þar sem fyrirkomulag annað og samsetning starfsmanna önnur hvað varðar kyn og menntun og svo framvegis. Og fyrir vikið þá eru útfærslurnar mjög breytilegar. Starfsstaðirnir ólíkir og þar ýmist unnið á hefðbundnum dagvinnutíma eða starfsmenn standa vaktir. Á öllum starfsstöðunum var lagt til að vinnutíminn yrði styttur 4 klukkustundir á viku miðað við fullt starf. Það er einungis á þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts sem vinnuvikan var stytt 5 stundir á viku, sem 1 klukkustund á dag. Útfærslur eru ólíkar milli starfsstaða og jafnvel innan starfsstaða en þessar útfærslur og tillögur voru í mörgum tilfella unnar að yfirmönnum í samtali við undirmenn starfsfólk á þessum stöðum og á öllum starfsstöðunum var unnið með það að leiðarljósi að þjónustan héldist óbreytt. Hér sjáum við, af því að ég oft verið spurður það hvert fyrirkomulagið á hverjum stað, hérna þá yfirlit yfir staðina og hvernig þetta koma inn í verkefnið, starfsmannafjöldin en fyrirkomulag styttingar. Þannig að það er breytilegt og þessi var mjög áhugavert að fá inn þessa starfsstæði frá umhverfis- og skipulagssviði sem starfa hátt í 120 starfsmenn. En það eru 2 útfærslur, annars vegar hægt fyrr, jafnt yfir vikuna eða þá hægt á hádegi. Það er áfram sama stytting á þessum uppástöðum sem byrjuði fyrir 2 árum. Í heimaþjónustunni og Laugardalslaug var þetta breytilegt hvenær styttingin kom til framkvæmda en eins og í Laugardalslaug gat það þýtt að starfsmaður mætti seinna á vakt, ekki eldsnemma á morgunvakt heldur þegar það var liðið á vaktina eða þá hann færi fyrr heima af dagvakt. Í leikskólanum, það er 1 leikskóli þáttakandi, það er breytilegt hvernig styttingin kemur til framkvæmda eða semst hvaða dag. Þú átt ekki þinn dag heldur er það skipulagt inn í vaktafyrirkomulagi eða semst
liggur fyrir einhver áður, þannig að en það þá alltaf eftir hádegi. Það starfið í leikskólanum þannig að sveigjanleikinn, það var mat þeirra á þessum leikskóla, tiltekna leikskóla, að sveigjanleikinn væri til staðar eftir hádegi þegar skipulegt starf með aðeins öðrum hætti en á morgni og það búið að gefa nemendum að borða hádegismat og einhverjir eru farin í lúr og svo framvegis. Þannig að styttingin kemur alltaf í seinni part dags. Eftirfylgd með verkefninu var lík því sem gert var með fyrstu 2 starfsstaðina sem hófu þáttöku vorið 2015. Lagt var, þar segja var þessar 9 starfsstaði sem kom inn í haust, lagt var upp með að leggja fyrir viðhorfskannanir meðal starfsmanna og að fylgst yrði með yfirvinnu og veikindafjarvistunum, auk þess sem fylgst yrði með viðbrögðum við innkomnum ábendingum gegnum vef og símtöl og viðbragðstíma við þeim. Við gerð skýrslu sem lögð var fyrir borgarráð í síðasta mánuði var dregin saman árangur af tilraunaverkefninu undanfarin ár með þau gögn sem þá lágu fyrir. Ekki var unnt að taka út gögn veikindafjarvistur og yfirvinnu en með tilkomu ClickSense verður auðveldara að ná gögnum út úr kerfinu og þau gögn eru væntanleg. Þannig ég að vona að stýrihópurinn geti lagt fram aðra svona framhaldsáfanga skýrslu þar sem þau gögn verða tekin saman og verður mjög fróðlegt að sjá hvernig það hvort að við sjáum þess að við sáum vísbendingum á fyrstu starfsstöðunum, hvort það dragi úr veikindum starfsfólks, en einnig þá verður þá rýnt í þessi mæli tækjöld sem eru á sviðunum, en það breytilegt eftir starfsstöðum hvað verið að rýna í og það verður þá tekið saman og gefur okkur það vonandi einhverju vísbendingum, enn frekari vísbendingum hvernig gengur. En niðurstöður síðasta árs þegar horft á viðhorfskönnun meðal starfsmanna að benda þær niðurstöður til jákvæðra áhrifa verkefnisins og það birtist með ólíkum hætti á starfsstöðunum. Það má sjá hækkun á ýmsum liðum eins og andleg og líkamleg einkenni sem eru þá drag úr þeim og starfsána eru að aukast á öllum starfsstöðum en munurinn þó ekki marktækur á þeim öllu. Þannig þá verið það miðað við hálfsárs tímabil en þess að nokkuð ljóst að það gott að hafa allan 1 ár undir. Við sáum svona mesta breytingu eftir fyrsta árið á fyrstu 2 starfsstöðunum þegar það var komið ár á tilraunaverkefninu að þá voru svona línur farnar að skýrast. Þegar á heildinni litið áhrif styttingarinnar jákvæðari heldur væntingar fólks voru í upphafi verkefnisins á öllum starfsstöðum nema einum, það var í Laugardalslaug, þar sem starfsmenn voru spurðir í upphafi hvaða væntingar gerur til verkefnisins og þær voru miklar en svo starfsmenn spurðir aftur hvernig hefur þetta svo reynst og þá eru raun og veru enn meiri ánægja með marga þætti sem þær spurtum. Árangur af tilraunaverkefninu í Laugardalslaug var undir væntingum og óskaði íþrótta- og tómstundasvið ekki eftir áframhaldandi þátttöku sundlaugarinnar í verkefninu, að minnsta kosti ekki í bili. Sú ákvörðun byggði á mati forstöðumanns sundlaugarinnar og niðurstöðum úr viðhorfskönnuninni. Sviðið hyggst skoða betur hvaða möguleikar eru færir og mögulega leggja til nýja nálgun að loknum sumarleyfum, þar segja að koma hugsanlega aftur inn í tilraunaverkefni, breyta vöktum eða rýna í það sem akkur þetta gekk ekki alveg upp þar. Það er það mikilvægur fróðleikur fyrir okkur að hafa. Það eru fleiri svið sem hafa áhuga að vera með og sýnt þessu áhuga og jafnvel að bæta við starfsstöðum, annars vegar skóla- og frístundasvið og svo og velferðarsvið. Það munum við rýna í og en það var ákveðið að framlengja verkefnið allt til 1. nóvember næstkomandi og millitíðinni stendur til að afla frekari gagna og það samstarfi við háskólasamfélagið, við erum í samstarfi við nýsköpunarverkefni sem við unnið í sumar, í samstarfi við MARK, miðstöð margbreytileika og kynjarannsókna, þar sem verður rætt við 10 starfsmenn, yfirmenn og 5 ábreytta starfsmenn sem taka þátt í tilraunaverkefninu
Svo eru tveir fræðimenn við Háskólann á Akureyri, Andrea Hjálmsdóttir og Marta Einarsdóttir með burðarliðnum rannsókn sem snýr að upplifun og reynslu starfsfólks af tilraunaverkefninu styttingu vinnuvikunar með áherslu á samræmingu fjölskyldu og atvinnu. Hérna eru glærur, þetta kemur fram í þessari skýrslu. Það sem við sjáum marktæka mun á vissum þáttum. Við ætla ekki að staldra við þetta því að tími minn að renna út, en við sjáum marktæka mun sem á sumum starfsstöðum og annars ekki, en það eru, allar tölur eru raun og veru hærri en þar voru, þó að sé kannski ekki marktæku munur allstaðar. Við þurfum að rýna í stöðuna á Laugardalslaug þar sem niðurstöðurnar voru raun og veru bara neikvæðar eftir þetta fyrsta hálfa ár. Talaði við leikskólastjórana á Hofi fyrir helgi. Gríðarlega ánægð með verkefnið og sem þar starfa vildu gjarnan vera áfram og verða með í verkefninu fram á haust. Þar eru væntingarnar eins og hér sér reynast jákvæðari en voru í upphafi. En þetta er staðan núna, tilraunaverkefnið stendur til 1. nóvember. Þetta tekur til 280 starfsmanna. Við höfum eftir að taka saman viss gögn og vinna samantekt Laugardalslaug. Það eru margir áhugasamir verkefnið sem var sýnt í áhuga og kom inn í það hér. Eins líka aðilar út í bæ og við erum með tilraunaverkefni ríkisins sem er nýhafið og verður fróðlegt að fylgjast með því. En þetta er svona grunnurinn, þetta kvót hér sem rammar þetta svolítið inn að hér er starfsmenn sem segir, mér finnst ég einhvern veginn hafa betur stjórn og geta samkvæmt fjölskyldulífi og vinna betur saman og það er eitt af meginmarkmiðum okkar í verkefninu. Tíminn er búinn, ég hef ekki talað miklu lengur en við má fara aftur. Takk fyrir það. Og borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson lokið máli sínu. Það var ekki fleiri kvart sér hljóð sem að bjóða að koma aftur hingað upp og eiga gólfið. Það var borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson eitthvað óljóst ákveðið það að koma aftur í pontu? Nei, í raun og veru var hann bara að ég var að vonast eftir að umræðu hér framhaldið. Við erum svona nálgast ákveðin svona tímamót. Við erum búin að vera með starfsstæði þarna innis frá því í mars 2015 í rúm 2 ár. Það er komið það ágætis svona grunnur. Við vitum þá starfsstæði, það eru starfsstæðir, það eru skrifstofur, það er lokað fyrr, það sést að opnunartíminn skrifstofuna bara tekur mið af styttingunni. Hann er ólíkur og starfsstæðir Reykjavíkurborgar eru eðli málsins samkvæmt mjög ólíkir en reynslan af hinum starfsstöðunum þá er mjög mikilvægt held ég að hafa allavega þetta ár til að rýna í. Þar eru við með starfsstað eins og leikskólan, viðkvæm þjónusta, þar eru við ekki að loka fyrr sem þýðir það að það kallar á skipulagsbreytingar og vinnulagið annað inn í skólanum og einhverjir þurfa þá að hlaupa eða vinna með öðrum hætti hraðar. Það er eitt af þess sem þarf að rýna í og skoða hvort það sé verið hvernig þetta kemur, hvort þetta komið niður á starfseminni og náminu og þjónustunni við börnin sem þar fer fram. En það er mikill áhugi á verkefninu á leikskólanum. Það tókst að manna lausar stöður og það er mat leikskólastjórans þar að það hefur verið vegna þess að í auglýsingu kom fram að leikskólinn væri þátttakandi í tilraunaverkefninu sem segir manni að fólk úti sem er að leita sér að vinnu til þetta mikinn kost að vinna að tilheyra starfsstað þar sem vinnutíminn er styttri. Ég velti fyrir mér hvort að við ættum ekki að taka stærri skref, möguleg skref varðandi til dæmis afmarkaða starfsemi borgarinnar eins og leikskólana þar sem við höfum verið glíma við á vissum stöðum ákveðna manneklu að gera það starf áhugaverðara því leyti að það sem verður að koma til móts við fólk og auðvelda fólki að samræma vinnu og einkalíf. En það er allan þannig að það er áhugi
á sviðinu að skoða það að fá fleiri staði inn. Það er þetta meir en 60 leikskólar starfandi undir fána Reykjavíkurborgar og þetta er bara einn og til að fá gleggri mynd á hvernig þetta kemur út í leikskólanum þá held ég að það væri mikið bónus fyrir alla að fleiri leikskólar tækju þátt. Það var upphaflega pælingin það var annar leikskóli í starthólunum en hann var ekki full mannaður þannig að það var ekki farið af stað á þeim leikskóla. Það er að rýna þetta frá öðrum þáttum og öðrum starfsviðum og af því við erum þetta líka með, við erum með vaktavinnustæði og við erum með nokkra svoleiðis sem taka þátt en svo eru sólarhringsvaktur og annað, við erum ekki komið það langt og hvernig mögulegar útfærslur þar myndu verða. Það var ákveðin vonbrigði að eitt tilraunaverkefni ríkisins sem er nýhafið var ekki, það var kynnt þannig upphafi að vaktavinnustæður kæmi þar inn og þar horfði maður til meðal annars til Landspítalans, því ég veit að menn þar voru áhugasamir að taka þátt. Það veri mikill lærdómur þar að fá vinnustað þar sem menn ganga sólarhringsvaktir, að vaktar alla daga ársins. En það styrkir okkar verkefni vissulega að ríkið standi í sínu verkefni og verður mjög fróðlegt og fylgjast með framvindu þess og við höfum sem komum að verkefninu hér höfum fundað 2 og 3 með stýrihópnum og núna fyrir skömmu fór ég ásamt starfsmanni á mannustöld, hann Hörpu Bernsten og hittum tengilega þessari starfsstæði ríkinu og miðlum upplýsingum áfram og maður heyrði að þetta var hugsað með mjög svipuðum hætti. Verkefnið okkar að vekja jákvæð viðbrögð og athygli. Ég heyri það á þeim viðtölum sem ég farið í vegna verkefnisins og kollegar í stýrihópnum. Í stýrihópnum eru auk mín borgarfulltrúi Halldór Halldórsson og Drífa Snædal og Helga Jónsdóttir, framkvæmdastjóri BSRB sem báðar starfa á vettvangi stéttarfélagana og eins og ég sagði án þá hefur maður fengið meldingar frá vinnustöðum og yfirmönnum sem hafa áhuga að koma inn í verkefni en það þarf að rýna og skoða með það fyrir augum að sjá hvernig það myndi þá bæta við verkefni en svo eins og segir erum við að fara að nálgast svona, þurfum að rýna þetta enn frekar með það hversu lengi verkefnið á að standa. Ég hef ekki séð ástæðu, ekki neinn rök fyrir því að hætta á þessu starfsstöðum sem við byrjuðum á. Þar gengur vel, kannanir sýna það er mælieiningar að mælitæki sem við höfum til að rýna í þjónustuna og vinnuframlagið sýna það líka. Það er tilfinning stjórnenda en fyrir liggur þá áhuga annarra að koma með og vera með og það liggur þá ekki alveg fyrir hvar við og hvort línu eigi að draga og hvar sú lína ætti að vera. En varðandi þessi starfsstæði sem kom inn í haust ljóst hvað varðar að það þarf lengri tíma og enda kölluðu allir starfsstæðirnir eftir því að vera lengur og fyrir liggur áhugi að minnst eitthvað til 2 sviða að fá að mögulega bæta inn starfsstöðum. Þannig að þetta er farið að rúlla og er ákaflega spennandi og brýnt að ræða þetta hér á þessum vettvangi að því þetta er stórt mál fyrir vinnuveitundan Reykjavíkurborg, annars vegar hvernig við skipuleggjum vinnustað okkar og höfum samskiptum okkar við annars vegar starfsfólkið auðvitað og eins líka þjónustuþega borgarinnar sem eru fjölmargir á mörgum levelum. Þannig að við þurfum að vanda hér til verka. Það er áhugi víða, það er verið að rýna þetta og skoða þetta úr ólíkum áttum. Það eru tilraunaverkefni í gangi í Svíþjóð, það sem er verið að taka það eru smærri verkefni í einstökum bæjarfélögum, það sem er verið að taka út svona ákveðna þætti í þjónustunni. Þar eru vísbendingar að þetta sé jákvætt.
en þar eru Svíarnir að ganga enn lengra í styttingu en við erum að miða við. Við erum með þessari styttingu sem við erum hér með að stíga svona skref í átta sem kannski þekkist almennt á Norðurlöndunum hvað varðar lengd vinnuvikunar. Þannig að þetta er áhugavert og ég sá að hér voru held ég 2 borgarfulltrúar búin að biðja um orðið og ég hlakka til að heyra hvað þeir hafa að segja í þessu. Takk. Það er borgarfulltrúar Magnús Már Guðmundsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúar Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Forseti í borgarstjórn. Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi hefur farið vel og ítarlega yfir málið og ég ætla ekki að bæta neinu í það í sjálfu sér, ekki nema bara það að lýsa yfir því að ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt verkefni og jákvætt og þetta sé sú reynsla sem að komin á þetta eftir þennan tilraunafasa sé mjög jákvæð. Við sjáum það til dæmis í sambandi við mælingarnar á starfsánægju og þeim þáttum sem Magnús Már fór yfir að það eru ótrúlega sterkar og góðar vísbendingar að við erum á réttri leið þarna. Tölurnar leikskólan Hof sem að nýlega komin í verkefni eru mjög áhrifamiklar og kannski umfram væntingar að þetta sé svona sterk og mikil breyting í rétta átt á ekki lengri tíma. Og ég held að þarna sé óvenju skýrt tækifæri fyrir okkur til þess að ná vopnum okkar varðandi bara mannauðsstefnu borgarinnar, fara í það auðvitað í góðu samstarfi við fólkið okkar á einstökum starfsstöðum að útfæra með nákvæmum hætti hvernig hægt sé að gera þetta á stöðum þar sem að svona flækjustigið kannski hátt, þar sem að ekki til dæmis hægt að loka starfsstöðunum út af því að framlínu þjónustu að ræða, út af því að við erum með lögbundna þjónustu eins og leikskólaumhverfinu, grunnskólaumhverfinu og svo frístundinu sömuleiðis. Þar þarf að eiga sér stað gott samstarf, verkaskipting á milli aðila, en í þessu leikskólaverkefni sem við höfum prófað nú þegar, þá hefur það verið leyst bara mjög farsarlega og þó ekki sé þetta verið með klæðskera sniðna lausn sem að hendar öllum, þá er ég sannfærður að það er hægt að finna lausn á hverjum vinnustað sem að færir okkur fram á veginn. Nú, ég held að eitt af því sem að býði okkar sé að skoða þetta í grunnskólaumhverfinu. Þar eru þetta flækjustigið enn hærra en í leikskólaumhverfinu og við erum með kjarasamningar sem að binda svolítið niður daginn. En ef við höfum vilja til þess að ná betri starfsanda þar sem við klárlega höfum, þá getur þetta verið mjög gott innlegg. Og þetta er eitt af því sem við höfum rætt í sérstökum starfshópi bætt vinnu umhverfi grunnskólakennara og ég held að það sama verði gert í leikskólahópnum sambærilegum. Fengum kynningu á verkefninu inn í þann starfshóp og munum rýna þetta vel. Annað sem ég vildi nefna sem að svona tengist þessu og hefur klárlega áhrif á vinnuaðstæðurnar eru þessar tölur sem við höfum fengið og yfirliti yfir fjarvistirnar í borginni. Þær eru miklar, mun meiri hjá okkur og svo sem í opinbera geiranum heldur en á einkamarkaðnum. Og mér hefur fundist þó að við höfum farið inn með svona mjúkar aðferðir eins og viðverustefnu að við þurfum aðeins að herða á skrúfunum þar og koma inn með markvissari aðgerðir sem að gera okkur kleift að ná meiri árangri í að minnka þessar fjarvistir. Það er í þeim skilningi leið til þess að bæta starfsánægju að það er mjög mikið fjármagn bundið í afleysingum sem við þurfum að fjármagna út af fjárvistum. Bara á þessu sviði, skóla- og frístundasviði, er þetta á 2 milljarð, maður tala rúmlega 1000 milljónir á hverju einasta ári sem fara í þennan lið. Og ég held að við eigum að setja undir okkur hausinn og finna leiði til þess að tengja þetta jafnvel við verkefni stytting vinnuveikunar. Þannig að ávinningur af minni fjarvistum að hann skilir sér inn á starfsstöðvarnar í að bæta starfsánægjuna. Þannig að ég lít mjög björtum augum á þetta og þetta staðfesti það sem kom fram í máli borgarfulltrúans. Það er mikill vilji á sviðinu til þess að fleiri leikskólar og síðan grunnskólarnir komi inn í þetta og frístundaheimilin og það á að vera hægur vandi að bæta vel í strax á næsta starfsári. Það er borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir næst á mælendaskrá.
Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég kem hingað upp því að mér finnst þetta verkefni skipta miklu máli. Upphaflega þá lögðum við Vinstri græn fram tillögu þess efnis að ráðast í þessi tilraunaverkefni sem að sannarlega hefur vaxið fiskur hrygg og mér finnst mikilvægt að halda því til haga að allar rannsóknir hafa sýnt að ánægja starfsfólks eykst og svo eru líka aðrir þættir sem skipta máli það að auka frítíma fólks þannig að það getur tekið þátt í lýðræðislegum umræðum í samfélaginu, sinnt börnunum sínu betur, sinnt áhugamálum sínu betur, tómstundum og það fram til götunni. Þannig að það hníga öll rök af því að við höfum að setja meiri orku í þetta og raungera þetta á fleiri stöðum. Og það hefur líka sýnt sig að það þarf þverpólitíska samstöðu þetta verkefni svo það getur orðið að veruleika. Og við þurfum að fá ríkið með okkur í lið og eins og hefur komið fram hér í umræðum og þá ríkið farið að hefja í rauninni þetta verkefni á sínum vettvangi sem frábært og mér skipta máli. Og umhverfislega séð þá stytting vinnuvikunar líka þannig og hefur í för með sér að við minnkun sótspor okkar. Við drögum úr notkun einkabílsins. Við veljum okkur aðra ferðamáta. Það rosalegur hraði hérna í samfélaginu alla daga. Að við þurfum og þetta eitthvað með þjóðarsálina og vitund okkar, að við þurfum að vinna svo mikið og það þarf að vera svo mikið framlag og allt þarf að gerast svo hratt. Þannig að það hefur í för með sér ýmislegt eins og streitu og langtímaveikindi og þar fram til götunum. Og ég held að með þessu verkefni að það geti líka fært okkur meiri samfélagslegan og efnahagslegan jöfnuð og styrkara efnahagskerfi. Þannig að við þurfum ekki að reiða okkur eins mikið á þennan vöxt alltaf. Af því að hagkerfið það náttúrulega drifið áfram að efnahagslegum hvötum en við þurfum að líta líka til annarra þátta sem að gera okkur mannleg. Styttri vinnuvika eins og kom fram í ræðu borgarfulltrúa Magnúsar Más Guðmundssonar, hún gefur okkur ekki bara betra starfsfólk en hún getur líka dregið úr atvinnuleysi. Þannig að vinnustundu verði jafnt skipt. Þannig að við erum í rauninni við erum að nýta auðlindirnar sem að felst í bara fólki miklu betur. Við erum, eins og hefur líka komið fram, að þá erum við dálítið að glíma við reyndar að glíma við manneklu eins og í leikskólum og frístundaheimilum og í þjónustu í rauninni við fólk. Og það líka staðreynd að konur vinna meira af ólaunaðri vinnu heldur en karlar og það eru nokkur ástæður fyrir því eins og félagsleg undanskipun kvenna og kynskiptu vinnumarkaðar sem má rekja síðan til neikvæðra staðarmynda kynjanna. Og við erum náttúrulega að glíma við þá normaliseringu sem að því fylgir. Þannig að styttri vinnuvika gæti breytt hugmyndum okkar og stöðlega því að vinna gegn þessum staðalímyndum með jafnari skiptingu og ólaunaðri vinnu. Og þá var ég líka kannski loksins sagt að meta verðleiku þau störf sem eru flokkuð sem kvennastörf. En við þurfum að halda ótrauð áfram með þetta verkefni, huga að því að skoða í samhengi fleiri hluti eins og til dæmis menntun barna, dagvistunarúrræði og þessi krafa auðvitað daggæslu, hún helst í hendur við vinnumarkaðinn. Þannig að ef vinnuvikan væri stytt, þá höfum við líka meiri tíma til þess að verja með börnunum okkar. Og það hefur uppeldislegt og félagslegt gildi jákvætt. Ég held að mikið til að í hraða samfélagsins að þá gleymast börnin oft. Við sinnum ekki nógu vel, við verjum ekki nægilegum tíma með þeim. Og þetta skiptir máli að fjölga samverustundum barna og fullorðinna.
Ég held líka að við fáum styrkara lýðræði ef við styttum vinnuvikuna, þannig að þetta er líka lýðræðismál. Við höfum þá meiri tíma til þess að taka þátt í pólitísku starfi, ekki endilega flokkspólitísku, heldur bara taka þátt í því sem að gerast í nær umhverfi okkar og líka kannski alþjóðavísu, setja okkur betur inn í málefni líðandi stundar, setja okkur betur inn í það sem að liggur fyrir hverju sinni, það sem að hefur raunverulega áhrif á umhverfi okkar og samfélag og ég held að það geri okkur þá að þáttakendum í breytingum til batnar. Við þurfum að vera stórhuga í þessu máli. Ég held að þetta sé heillavænlegt skref fyrir Reykjavíkurborg og þetta tilraunaverkefni var gott að hafa samþykkt hér á sínum tíma og við skulum halda vel utan það til framtíðar. Takk. Nú var borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu. Það var ekki fleiri hvart sem hljóðs undir þessum dagskrárlið. Jú, það er borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson, gjörðu svo vel. Frú forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara koma hér upp og þakka borgarfulltrúanum Líf Magnúðardóttur og Skúla Þór Helgasyni fyrir þeirra innlegg hér í umræðina. Fagna þessum áhuga borgarfulltrúa Skúla Helgasonar sem snýr að skóla- og frístundasviði. Það er mjög brýnt að halda því samtali áfram og þróa það. Það er risastór vinnustaður, vinnustaðir og fjölmenni sem heyra undir skóla- og frístundasvið og mikilvæg þjónusta þar við barnafjölskyldur og börnin í borginni sem þar fyrir fram. Mjög góði punktar sömuleiðis í ræðu Líf Magnúðardóttir sem snúa að umhverfismálum og áhrifum verkefnis eins og þessa. Það hafa ýmsar svona útfærslur verið ræddar með svona hvernig þetta er, hvort að styttingin eigi að vera jafnt og þétt, hvort hún á að vera öll á hálfum degi eða getur jafnvel safnaðinu upp og tekið hann á 2 vikna fresti þannig að það er heilan frídag. Það er svona skipta skoðanir það bara almennt þegar maður heyrir ræðir þessi máli fólk, hvort að hugmyndin sé einmitt að auðvelda fólki í svona daglega lífið eða getur þetta verið þannig að þú safnaðir inn miklum þessari styttingu og þannig að úr verið heilt dagur og þá áttu sannarlega ekki að bruna stað til og frá vinnu þann daginn. En ég held að sé áhugavert og vonandi komast þessi rannsóknarverkefni þannig að háskóla við fáum svona stimpil háskólasamfélagsins. Það liggur fyrir að það hefur verið nýsköpunarsjóðsverkefni unnið hér í sumar í samstarfi við Mark sem er stofnun upp í háskóla. Þá kemur þá nemandi og verður með aðstöðu hér inn í ráðhúsinu til að rýna þetta og taka viðtöl við starfsfólk. En það er ekki síður áhugaverð rannsóknir sem þær eru með fyrir norðan, Andrea Hjálmsdóttir og Marta Einarsdóttir sem vonandi kemst úr legg, en þar á fókusur á samræmingu vinnu og einkalífs og rýna ýmsa þætti og sjá hvort að við sem að magna upp svona slagsíðu með kynja eða svona verkaskiptingu inn á heimili, gerir styttingin það verkum að konur ganga enn frekar í ákveðin störf á heimilinu. Það voru hafum ágjörð af því og hvort við vorum að magna upp þennan mun milli kynjana og þess vegna var stýrihópurinn áhugasamur að fá inn kalla vinnustaf og við vorum afskaplega glöð að viðbrögðum umhverfis- og skipulagssviðs og það sem komum með hverfa og verkbækjustöðarnar sínar inn í verkefnið allar og þar er meirihluti karlmanna en ég held að ég sé með tölfræðina þann rétt að þeirri segja að 75% starfsmanna borgarinnar eru konur þannig að hreinir kallavinnustæðir ekki margir hjá borginni til að prófa verkefnið og styttinguna og meðans út frá þessum þáttum hvað áhrif þetta hefur á fjölskyldulífið en það er verið að rýna líka þessi þætti á vettfangi verkefni ríkisins. Það eru 4 vinnustæðir, meðal annars lögreglan á Vestfjörðum sem tekur þátt. Verður áhugavert að sjá hvernig það kemur allt saman út. En bestu þakkir fyrir umræðina hér og ég þóttum mikilvægt líka að taka umræðina hér og leit svo á að vera svona upplýsandi eða upplýsa aðra borgarfulltrúa
verkefnið á stöðuna því að gafst ekki tími til þess í borgarráði daginn þegar skýrslan var kynnt og tillagan var samþykkt að framlengja verkefni til fram á haust og í millitíðinni ætlum við að nýta tíma vel og rýna í marga ólíka þætti eins og hér kom fram áðan. Takk. Þá borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson lokið máli sínu og þá ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við göngum til dagskrár og förum í 7. mál. Þar þurfum við að leggja fram 2 fundargerðir, hins vegar fundargerðir borgarráðs frá því 4. maí og svo fundargerðir borgarráðs frá því 11. maí. Við þurfum að bera upp 3 liði, 21., 28. og 30. Það var borgarfulltrúi, man ekki hvað hann heitir, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og sko eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Já, býtum við. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég ætla að byrja því að taka til máls undir fundargerð borgarráðs frá 4. maí þar sem að þar var undir 21. dagskrárlið norrænt samstarf sem var vísað hérna til umræðu í borgarstjórn og þar sem þessu var vísað til umræðan í borgarstjórn þá var eðli málsins ekki mikið eða bara lítil sem engin umræða þetta inn í borgarráði en fyrir liggur í skjölum málsins og þeir sem við fengum afhent inn á borgarráðsfundinum raunverulega eitt bréf frá mannréttindastjóra þar sem að lagt til að borgin Reykjavíkurborg standi til búið að taka þátt í þessu samstarfi og við gerumst aðilar að sáttmálanum. Nú fylgdi sáttmálinn ekki með þessum gögnum og það reyndar rétt að halda því til haga. Minnstu kosti einn borgarfulltrúi Espill Blöndal fór í mars, ég vona þess að ég fari með rétt mál, þegar var verið að ljúka við þessa skýrslu. En hvorki borgarráðsfulltrúar né borgarfulltrúar sem hér sitja inni hafa fengið þessa skýrslu sem að lagt til hér að umræða eigi sér staðum og Reykjavíkurborg gerist aðila að sáttmálanum. Og mér finnst þetta, ég veit alveg að skýrslan þarna, ég gat alveg fundið hana á netinu, en hún var ekki með í gögnum málsins. Og þess vegna tel ég rétt að ég bara spyr, erum við orðin aðila að þessu sáttmála eða ekki? Við samþykktum það að taka þátt í þeirri vinnu og eftir að vera búin að kynna mér efni þessara skýrslu samt sem áður, því að hún nú á netinu, þá bara eins og við höfum ekkert komið að þeirri vinnu sem þarna Það er tekna dæmisögur frá flestum borgum á Norðurlöndunum sem eru aðilar að þessu, allavega ein borg frá hverju einu Norðurlandi, það er ekkert frá Íslandi, það er ekkert frá Reykjavík. Og mér finnst það bara mjög miður að sjá það þannig að við erum búin að vera aðilar hérna að samstarfssamningi þetta og komum eftir því sem ég best veit að vinnunni en það ekki nein merki þess í skýrslunni. Nema bara rétt í inngangsorðunum þar sem að segir að Ísland sé eitt af Norðurlöndunum, sem jú ágætt að vita. Af hverju ég að nefna þetta? Jú, ég að nefna þetta vegna þess að það auðvitað norræna ráðherranefndin sem setti af stað þessa vinnu. En innan til dæmis Evrópusambandsins prógram í gangi sem heitir Secured Societies og hvernig eigi að varðveita einmitt frelsi og öryggi í borgum Evrópu og íbúa þess. Og það mér finnst vera ákveðin svona andstæða í því sem að framkemur í þessari vinnur Nordic Safe Cities og því sem að rætt í
er verið að ræða í þessari vinnu hjá Evrópusambandinu. Og ég myndi svo gjarnan vilja fá hérna þá borgarfulltrúa sem hafa lesið þessa skýrslu og kynnt sér hana og kynnt sér það vinnuna. Ég trúi þau að fulltrúar í mannréttindaráði hljóta að hafa einhverjar frekar upplýsingar heldur en við í borgarráði, allavega þeir sem ekki sittum í mannréttindaráði, það hvernig þessi vinna fór fram og hvernig svona Reykjavík og Ísland þá gat sett sína svona stimpil á þetta. Og það til dæmis ekkert talað í þessari skýrslu, eins og ég segi, það andstæða við það sem Evrópusamband að tala sem tala til dæmis sérstaklega hvernig að bæta landamæravörslu og annað slíkt. Því að þeir tengja það öll hin löndin í Evrópu sérstaklega við hvernig að ná fram öryggi í borgum. Og af hverju þörfin á því að þessi vinna var sett á stað. Í inngangnum aðeins talað árásina í Útey, en það auðvitað ljóst að það eru hryðjuverk árásir sem hafa dunið á Evrópubúum sem eru ástæðan fyrir því að þetta fer af stað. Og ég að þetta truflaði mig töluvert við lesturinn á þessu. Undir næst, á ég að tala alla liðina saman sem eru þarna undir fundargerðinni. Við erum að tala afgreiðslu líka gjaldfrjálsa leikskóla. Já, það kemur gert undir þessu við tala allt undir þessu. Já, en þá ætla ég að þannig ég myndi gjarna vilja bara fá annarkvort frestun á þessari umræðu, það bara hvort að eða borgarfulltrúar getur komið og veitt mér svör og skýringar á því hvers vegna þessi skýrsla unnin þannig að það svo við höfum bara ekkert komið nálægt neinu og við sjáum engin sjónarmið þarna inni sem við getum sagt að séu okkar eða vísa til Íslands. Og kannski líka einmitt af hverju við það sé ekki þá tekið tillit til þeirra vinnu sem verið að vinna á öllu Evrópusambandssvæðinu. Næsta sem undir þessum lið sem ég langar að vekja athygli á og tengist kannski einmitt þessu það að frá mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur þá svokallað skjólborgarverkefni eða IKOR, þar sem nýr rithöfundur komið til Íslands sem gestur hverra borgar hverju sinni og við veitum honum skjólborg og honum tryggður öruggur dvalarstaður og efnahagslegt öryggi. Og mér finnst þetta frábært verkefni en sú stúlka sem komið til Íslands fædd 1995, hún Anna Naila Sahi, nú veit ég hvort þið ber þetta rétt fram, sem bloggar og aktivisti og hún hefur átt undir högg að sækja í sínu heimalandi og ekki notið þar skjólst, meðal annars hvernig hún hefur verið að skrifa hryðjuverk og öryggi borgaranna. Þannig að ég vildi bara vekja athygli þeirra sem á hlusta á það að kynna sér skrif þessar ungu konu sem við höfum veitt þennan ákveða veitinni skjól hér á grundvelli þessa IKORs samkomulags. Nú, næsta tillaga meirihlutans gjaldfrjálsan leikskóla og við lögðum fram borgarráðsfulltrúar Framsóknar og flugvallavinna í borgarráði meðal annars tillögu það að áður en yrði farið í það að færa 200 milljónir inn í leikskólana til þess að lækka skólagjöldin þar að þá það minnst að kosti tryggt að fæðisgjöldin yrði ekki hækkuð á móti. Okkar tillaga við lögðum fram tillögu sem var það að þær hækkanir sem meirihlutinn fór í september 2016 á fæðisgjöldum eru dregnar tilbaka. Af því það snertir alla grunnskólanemendur og reyndar leikskólanemendur líka. En í staðinn þá virðist vera þannig að meirihlutinn ætla að fara sömu leið og hann fór upp hafi kjörtímabilsins, allavega ekkert sem segir ætla ekki að gera það,
er það að þeir lækka leikskólagjöldin og hækka fæðisgjöldin á móti. Þannig að niðurstaðan í síðustu aðgerðum þessa meirihluta til þess að lækka uppfylla kosningalofa Vinstri grænna að lækka leikskólagjöldin skilaði sér ekkert í vasa foreldrana. Og á þeim grundvelli að þá lögðum við fram bókun sem að við ætlum að leggja fram aftur núna og ég ætla að fá að lesa upp hér. Má henni sjá. Ég verið að búið með tíman? Lesa bókina gjaldfrjálsa leikskóla og hún svo hljóðandi. Leikskólarnir hafa verið fjársvelti lengi, tryggja verður að rekstur þeirra sé tryggður þó svo leikskólagjöld eru lækkuð. Það afstaða Framsóknar og flugvellanna að meirihlutanum sé ekki stætt á því að koma fram með tillögum lækkun leikskólagjalda án þess að tryggt sé að fæðisgjald hækki ekki á móti. En síðast þegar þetta var reynt til þess að uppfylla samstarfssáttmála meirihlutans þá var fæðisgjald hækkað það fjárhæð sem lækkunin nam og því málamyndalækkun að ræða. Þá var það síðasta haust sem fæðisgjald á nemendur grunnskóla var hækkað á öll börn og hefur það ekki verið tekið tilbaka. Og þá í þessu tilviki, ég er búin að lesa bókunina, en ég vil einnig benda á þá umræðu sem átti sér stað á borgarstjórnarfundinu núna áðan, þar sem meirihlutin gat ekki séð sér fært að veita öllum börnum í Reykjavík gjaldfrjáls námsgögn, sem þó allavega í samræmi við sáttmála Sameinuðu þjóðanna og tryggt sem lögbundið hlutverk sveitarfélaganna. Þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir næst á mælendaskrá. Já, takk fyrir þetta. Ég kem undir þeim lið þar sem að tekið verður til atkvæðagreiðslu lækkun leikskólagjalda. Mig langar aðeins að bregðast við ræðu Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur borgarfulltrúa varðandi hið lögbundna hlutverk sveitarfélaga. Þetta náttúrulega stendur allt í lögum. Sveitarfélögum heimilt að innheimta gjöld bæði fyrir frístundaþjónustu, fyrir fæði, fyrir þessi námsgögn. Og ég alveg hjartanlega sammála því að menntun barna eigi að vera endurgjaldslaus og það á þá líka við fæði og frístundina. En til þess þarf þverpólitískan vilja og það þarf jafnvel að skoða aðkomu Alþingis að því og lagabreytingum. En ég ætla svo sem ekki að fara út í tæknilega atriði, en hérna erum við með í höndunum réttlætismál sem snýst að jafna stöðu barna óháð fjárhag foreldra. Og ef við getum sammælst það að leikskólinn sé fyrsta skólastigið, þá hljótum við, að minnsta kosti við sem að trúum því að menntun barna eigi að vera endurgjaldslaus, að geta sammælst það að rukka ekki leikskólagjöld. Og þá eins og ég sagði áðan, þá hljótum við að þurfa að skoða hvort að matatími sé ekki hluta skólastarfi og hafi uppeldislegt gildi, rétt eins og okkur þykir næringarlegt manneldisgildi skipta máli. Og svo frístundaheimilin og svo námsgögnin og það fram eftir götum. Þetta réttlætismál, þetta líka, hér verið að tala það að 6.000 barna búa við efnislegan og efnahagslegan skort og þetta gæti verið viðbragð yfirvalda til þess að mæta því að jafna stöðu barna á þeim vettvangi sem að sveitarfélögin hafa svo sannarlega yfir að ráða. Þetta hefur mætt nokkurri andstöðu og þá sér í lagi borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem að finnst að við að verja peningunum í eitthvað annað, til dæmis eins og að lækka orkukostnað eða sitja mislega gatnamót eða einhverja götur í stokk eða fána á strætó. Við höfum nú þegar tekið tilbaka þær niðurskurðar kröfur sem að voru á leikskólanum. Þessar 200 milljónir, þær eru aukalega. Rammi leikskólana breyttist ekki neitt. Og við tókum tilbaka niðurskurðar kröfur á leikskólana og bættum í betur nærri því 0,5 milljarð. Þannig að þetta horfir allt til betri vegar. Og vissulega voru fæðisgjöldin hér hækkuð og það má kannski endurskoða með því svigrúmi seinna meir sem að við erum að stefna að, en kannski það ekki tímabært.
Þessi lækkun á ársgrundvelli á eftir að skila sér til foreldra í 35.000 krónur á ársgrundvelli. Við erum að lækka gjöldin 16,9%, meðal annars vegna þess að við tökum hluta peningunum til þess að verja gjöldin fyrir verðlagsbreytingum, fyrir verðlagshækkunum. Þannig að gjaldið fyrir 8 stundir, og þá erum við að tala námsgjöldin, voru 16.960, að verður núna 14.095 krónur. Og þetta eru sannarlega peningar sem að barnafjölskyldur geta notað. Þetta eykur ráðstöfunartekjur barnafólks og mér finnst mjög einkennilegt að við sem í þessum sal sitjum getum sett okkur upp á móti því rétt eins og Sjálfstæðisflokkurinn gerði í borgarráði. Þannig að við skulum halda þessu til haga. En við erum líka meirihlutinn sem að jukum systkinaafslætti, eða við komum í rauninni systkinaafslætti þvert á skólastig. Þannig að fókusinn hér, við þurfum að taka eitt skref í einu. Við þurfum fyrst að fara í sokkana og svo klæða okkur í skóna. Þetta kemur allt. Og við höfum gert áætlanir og það er mikil vinna í gangi inn á skóla- og frístundasviði og í ráðinu það hvernig við getum bætt námsumhverfi barna. Og þar liggur í að setja meiri orku í til dæmis eins og þær stéttir sem að svo sannarlega sinna menntun barna. Í frístundaheimilum til dæmis þá var systkinaafslátturinn þvert á skólastig, þá vörðum við 83 milljónum fyrir árið 2016. Frá janúar til apríl 2017 þá höfum við varið 36 milljónum í þennan systkinaafslátt. Og það eru peningar sem að sparast fyrir barnafjölskyldur. Frístundakortið. Hér samþykkti öll borgarstjórn það að hækka styrkinn úr 35.000 krónum í 50.000 krónur. Það er hækkun upp á 42,8%. En það er enginn að nöldra yfir því, vegna þess að hinn pólitíski kontrast skal vera þetta andskotans loforð Vinstri grænna það að menntun barna skuli vera endurgjaldslaus. Þetta er mikið réttlætismál. Hér var vitnað í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og við skulum hafa hann í huga þegar við fjöllum með þessi mál. Þannig að við erum að gera vel og gott fyrir barnafjölskyldur í Reykjavík og ég tel að við sem borgarstjórn eigum að standa öll að því að samþykkja þetta réttlætismál barnafjölskyldum til hagsbóta. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Dúlla næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla hér eins og síðasti ræðumaður að gera viðtalsefni 28. lið fundargerðarinnar. Nú umrædd tillaga lækkun leikskólagjalda í Reykjavík. Við borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við greiddum atkvæði gegn tillögunni og gerðum það vegna þess að við teljum að það sé full þörf á þessum fjármunum til að bæta fjársvelta leikskóla borgarinnar. Það er eins og þeir borgarfulltrúar sem styðja þessa tillögu, þeir hafi ekki áttað sig sennilega ekki á hver staðan er. Ég hvet á til að kynna sér betur stöðu leikskóla borgarinnar. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við förum reglulega heimsækjum þessa skóla og tókum okkur tak og heimsóttum alla á 2 ára tímabili fyrir nokkrum árum og það er borgarfulltrúar góðir. Það er mjög fróðlegt að heimsækja leikskólana með þessum hætti, sjá hið frábæra starf sem þar fer fram og við getum virkilega verið stolt af. Ég held ekki algjörlega fullyrt
að leikskólar okkar séu með hinu fremstu í heiminum, en það rennur manni hins vegar til rifja að sjá hvað aðbúnaðurinn slæmur allt of víða. Viðhaldi fjölmargra leikskóla og leikskólalóða ábótavant og aðstæður starfsmanna mjög víða ófullnægjandi. Bent hefur á að fjárveitingar til fæðiskaupa séu að skornum skammti og það svo margt sem þarf að gera þarna og þegar maður heimsótti suma leikskólana þá skammaðist maður sín beinlinis fyrir hönd borgarinnar og yfirstjórnar hennar að máli í sumum skólu væri því horfið sem þau væri í og auðvitað er mikið og gott starf unnið á vegum framkvæmdadeildar borgarinnar til þess að bæta þarna úr. En málin voru einhvern veginn látin vera allt of lengi þannig að það mikill uppsafnaður vandi sem þar fjárveitingar sem fara þetta núna ná ekkert að vinna upp með góðu móti. Og þess vegna tel ég og við sjáum það bara, það algjörlega morgunljóst að á mörgum leikskólum, allt á mörgum leikskólum aðstæðan óviðunandi og þar þarf að bæta úr. Og af því að Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi fór að tala forgangsröðun framkvæmda, þá það auðvitað það sem náttúrulega starf okkar snýst að forgangsraða verkefnum og framkvæmdum og svo framvegis. Og ég held ég verða að segja það sem stingur þetta mest í augu við svona resturinn hjá borginni, það hvernig framkvæmdum forgangsraðað. Minnist til dæmis bara gett nefnt dæmi sem viðbygging við Grófarhúsið hérna í Tryggvagötu, það sem safnahúsnæði borgarinnar og það á að fá meira rými. Ég hef ekki séð neina þarfa greiningu sem inn í réttlætti það að þessi ágætu södd borgarinnar þurfi að fá það rými sem þar mun bætast við með viðbyggingunni. Fyrst þegar og það slæmt að borgarstjóri skuli ekki æðsti stjórnandi borgarinnar skuli ekki sjá sér til þess að sitja með okkur í þessari umræðu sem er mjög mikilvæg. Þegar æskilegt að hann sitji í þessa umræðu að hann lætur sig gjarnan hverfa þegar eitthvað óþægilegt hér til umræðu. En við sjáum bara nefnum með dæmi, þarna ég að tala gæluverkefni sem ég segi gæluverkefni meirihlutans. Fyrst hefur farið í þessa, eða áður að fara í framkvæmdina, þá að tala þetta myndi kosta 300-400 milljónir. Svo cirka árið síðar, þá fengum við fjárhagsáætlun upp á 685 milljónir. Mér skilst að menn telja það bara mjög sloppið núna, það verið að byggja húsið ef að þetta sleppur undir milljarði. Við sjáum það, við erum að fara hérna það verið að setja hérna milljarð í hús sem í sjálfu sér ekki þörf á að mínu viti og þessi peningar voru svo sannarlega betur komnir til þess að bæta húsnæðið okkar lögbundnu þjónustu sem í grunnskólum borgarinnar og leikskólahúsnæði og leikskólalóðir líka. Og þannig að það æpandi þörf á fjármagni í þessa starfsemi og svo sannarlega fyrir þessar 200 milljónir króna og það sem meira að foreldrar þeir eru gjarnan tilbúnir til að borga þessa peninga fyrir okkur. Ég verð að segja að ég heyri aldrei kvartanir, nánast aldrei kvartanir yfir því að leikskólagjöld séu há í Reykjavík. Þau eru niðurgreidd leikskóla, þessi þjónusta niðurgreidd rúmlega 90% af því mér skilst, rúmlega 90%. Það er miklu frekar það að ég heyri í foreldrum sem segja við mann að þeir nánast skammist sín þegar þau fara með börnin sín í skólanum og tali við leikskólakennarana vegna þess að þau vita að þetta fólk sem að gæta barnanna allan daginn, það er ekki að góðum launum og þetta fólk vill svo gjarnan borga eitthvað og ef það hefur tryggingu fyrir því að peningarnir fari til þess að bæta viðkomandi þjónustu og umgjörð þjónustunar eins og húsnæði en ekki bara fari eitthvað annað. Og auðvitað þetta tryggja það með mjög auðveldum hætti að þessi peningar verið þangað. Og þá getur við spurt hvað þá sem hafi ekki efni á að borga sem eru alltaf einhverjir og þá því til að svara að við höfum úrræði fyrir slíkt fólk. Það fyrir þá sem eru í fjárhagsvandræðum og eru fátækir og hafi ekki efni á að borga leikskólagjöldin þá eins og borgarfulltrúar vita þá eru úrræði sem menn hafa verið að bæta til þess að tryggja að ekkert barn fari á misvið
fari á misið leikskólavist og þá menntun sem það fer fram vegna erfiðrar efnahagsstöðu foreldra. Síðan getum við líka talað kjör starfsmanna í þessu samhengi. Ég veist ekki um það að allir borgarfulltrúar þeir vilja að kjör borgarstarfsmanna séu sem best, en það auðveldara að tala en í að komast. Það við ramman reipa að draga þar að mörgu leyti. En svigrúm okkar til kjarasamninga og til kjarabóta fer auðvitað bara eftir því sem er til í borgarsjóði hverju sinni, og ég viss að það myndi muna það ef við myndum ræða það og taka það ákvörðun kannski einhvern tímann að lækka ekki þessi leikskólagjöld heldur verja upphæðinni til að bæta starfi á leikskólanum, kannski með því að bæta innra starfið, kannski með því að hækka fæðisgjöld, kannski með því að auka viðhald húsnæðis og lóða, kannski með því að koma með kjarabætur til starfsmanna. Ég nefni neysluhlið sem dæmi það. Neysluhlið svonefnda var lækkað hér fyrir nokkrum árum og vakti mikla reiði meðal starfsmanna leikskólakennara á leikskólanum, því að sú lækkun kom ofan í mikla baráttu sem borgin stóð í þá og stendur enn í að halda í sitt leikskóla starfsfólk. Og það verður að segja eins og að skilaboðin hér úr þessum sal til leikskólakennara í Reykjavík hafa alls ekki verið nógu góð á liðnum árum. Margir leikskólakennarar urðu mjög sárir þegar þetta neysluhlið var lækkað og lét okkur heyra það, og margir sögðu við mig að það væri ekki upphæðin sem skipti öllu máli í þessu sambandi, heldur bara þau skilaboð sem fólust í því að neysluhlið var lækkað einhliða af borgarstjórn og meirihlutanum með þessum hætti. Það væri skilaboðin, og ég held að við vitum að þetta að gera okkur erfitt fyrir þegar við erum að berjast leikskóla starfsfólk eins og við erum að gera á hverjum degi og reyna að sannfæra það að starfa áfram hjá borginni. Eins voru breytingar hér á leikskólaumhverfinu fyrir nokkrum árum þegar að fjölda leikskólastjóra var sagt upp hjá okkur. Í öllum tilvikum konur sem hefðu unnið hjá okkur áratugum saman flestar og skila mjög góðu verki, að þetta hleypti gífilega illu blóði í marga sem höfðu helgað okkur starfskrafta sína áratuga skeið. Þannig að við greiðum atkvæði gegn þessu máli sjálfstæðismanna að sjálfsögðu og ítrykum bara þá skoðun okkar að við tilum að það að nota þessa peningar til að bæta leikskólastarfið, og eru sannfærðir það að langflestir foreldrar í Reykjavík eru tilbúnir til að borga þessa peninga þannig að þeir fari í þetta. Þeir sem geta það ekki, við höfum leiðir til að koma til móts við þá með öðrum hætti. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Þá tveir aðilar óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans, og fyrst borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Þá getur forseti og borgarstjórn, mér þykir ræða Kjartans Magnússonar, hún kemur auðvitað ekkert á óvart, en þetta snýst auðvitað ekkert það að vera alltaf að horfa á ramman leikskólar eða skóla- og frístundasvið. Borgarsjóður allir undir. Við þurfum ekki að taka peningana á einum stað og setja þau á annan innan þess ramma. Þannig að það hægt að bæta í, það hægt að auka við. Þetta snýst auðvitað börn fyrst og fremst, en ekki það hverja tekjur foreldra eru. Þetta er réttlætismál eins og ég fór yfir hérna áðan. Nú innheimtum við útsvar eftir tekjum fólks. Svo okkar hlutverk að jafna aðstöðumun. Ég að minnsta kosti í pólitík til þess að jafna aðstöðumun. En þetta snýst börn en ekki buddu foreldra. Og ég veit að Sjálfstæðisflokknum þykir það eðlilegt að taka gjald fyrir menntun barna. Mér þykir það ekki. Og þar eru okkar pólitísku áherslur. Ég held að við þurfum, kannski náum við aldrei samstöðu þetta mál, kannski það ríki bara að taka af skarið og raungera leikskólastigið sem fyrsta skólastigið. Þá fyrst geta sveitarfélögin losnað undan því að innheimta þessi gjöld. Og þá kemur auðvitað peningur í gegnum jöfnunarsjóð fyrir því. En
mér finnst eðlilegt að halda því líka til haga að það er hægt að auka fjármagni til leikskólana og setja meira í, og við erum að gera það og skoða það. Það þarf enginn að fara í fílu af því að við erum að auka ráðstöfunartekjur barnafólks. Við erum ekki að taka af leikskólunum þessar 200 milljónir. Og við þurfum að horfa á þetta þannig. Þannig að mér finnst þetta bara að vera útúrsnúningar hjá borgarfulltrúanum Kjartani Magnússoni að stilla þessu þannig upp. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það hárrétt hjá borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttir að þetta snýst auðvitað allt framlög úr borgarsjóði. En við sjáum það bara í svo mörgum málaflokkum að borgarsjóður, hann bara orðinn illa aflögu færum allt og hægt að nefna mörg dæmi í því sambandi. Undir forystu Samfylkingarinnar og reynda Vinstri grænna og þessari vinstri flokka þá hafa skattar verið hækkaðir bara eins og hægt í Reykjavík. Útsvarið í hámarki, fasteignaskattar hafa aldrei verið hærri. Nú verið að tala að fara að leggja á innviðagjöld til þess að því að menn bara vantar hugmyndir til þess að finna nýja leiðir til þess að innheimta skatta og þannig að auðvitað snýst allur rekstur tekjur og gjöld og við bara hugsum leikskóla Reykjavík og bara setjum upp mjög einfaldan rekstrarreikning og efnahagsreikning fyrir leikskóla Reykjavík og hugsum tekjur og gjöld. Þá sjáum við að bara þetta mjög einfalt, þá sjáum við þessar 200 milljónir eru þarna inni og það er verið að auka niðurgreiðsluna. En við þurfum svo mikið, við megum svo illa við því að missa þessa upphæð út úr rekstrinu. Það væri svo margt að gera og það þarf svo margt að gera í leikskólum Reykjavík til að bæta stöðuna þar að við megum ekki við því að missa þessa peninga út. Og auðvitað þurfum við að ræða forgangsröðun í þessu samhengi og fyrst að borgarfulltrúinn nefndi hér dæmi áðan forgangsröðun, þá get ég alveg bætt í dæmum. Hvernig var þetta? Á síðasta borgarstjórnarfundi þá beið hér sælgæti eftir okkur borgarfulltrúum þegar við komum í vinnuna til að ræða ársreikninginn. Sáu að það er eitthvað tóbaspakki, að borgin farin að panta tóbas, borgin farin að pakka inn sælgæti og dreifa ókeypis væntanlega borgina. Þannig að ágætu borgarfulltrúar heimsæki leikskóla borgarinnar og sjáu hvernig það er búið að starfsfólki og veltið síðan fyrir ykkur leiðinni á sama tíma og við búum svona að starfsfólki og börnunum okkar, þá er borgarsjóður komin í framleiðslu á sælgæti, tóbaspökkun. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið að veita andsvar, svara andsvari, það ekki? Já, öðru sinni og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, það er alltaf verið að liggja ykkur á hálsi fyrir ýmis gæluverkefni en ég held að flesta tillögur sem hafa komið fram frá Sjálfstæðisflokknum eru meira og minna gæluverkefni en allt í lagi. Láta það liggja milli hluta. 200 milljónir deilt niður á 64 reykvíska skóla eru 31.250.000 krónur á hvern leikskóla. Og ég ætla ekki að gera lítið úr þeim peningum, þessar 200 milljónir, sem við deilum þá niður á 64. Ef þið eru raunverulega að tala borgarfulltrúa hér í þessum sal, að þessi peningar eiga að fara til leikskólana, þá myndi hver leikskóli fá 31.000 krónur. Og ég ætla ekki að gera lítið úr þeirri upphæð, það er hægt að gera margvíslegt fyrir slíka upphæð. En við erum einmitt að standa vörð leikskólana í Reykjavík. Við höfum sett fókus á það, við tókum tilbaka niðurskurðarkröfuna þar. Það sem við stöndum frammi fyrir er manneklan, að fólk vill ekki ráðast til þessara starfa. Launin eru orðin ásættanleg. En það má alltaf gera betur. Og við þurfum að tryggja innviðina og innviðinir eru mestmegnis fólkið sem við þetta starfar. Það kemur auðvitað ekkert á óvart að Sjálfstæðisflokkurinn er tilbúinn til þess að rukka fyrir menntun barna. Hann stendur dyggilega á bak við einkareknarskóla sem að rukka einmitt skólagjöld. En það er bara menntapólitísk stefna okkar í Vinstri grænum að minnsta kosti og fjölmargra annarra flokka, vonandi, að menntun barna eigi að vera endurgjaldslaus og þetta snýst þetta mál. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni, það ekki?
Og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það gott að við skulum vera að byrja að rekna hér sko hverju þetta getur skilað. Sjálfsagt að taka það umræðu. Ég að vísa ekki alveg... Já, það er rétt. Já, rétt. Það er ég ætlaði að minnast á það. Það var ákveðin núlvildi hjá borgarfulltrúanum. Ef við færum þá leið að deila þessum 200 milljónum niður á, hvað var það ekki, 67 leikskóla held ég, þá væri þetta 3 milljónir sem hver leikskóli fengi í sinn hlut, og ég get alveg fullyrt að borgarfulltrúar og góðir að mjög margt af því sem að í leikskólum borgarinnar kostar ekki mikið að laga. Það væri hægt að gera ýmislegt fyrir ef hver leikskóli fengi 3 milljónir til viðbótar. Það væri hægt að stórbæta fæði sem í leikskólanum og dytta ýmsum smálögum sem þarf að gera. Bara að koma þess á framfæri, en það má líka, þegar við tölum almennt gjald fyrir menntun barna, þá eru þetta gjaldtakan fyrir menntun barna. Ef það er eitthvað svona mannréttindabrot að það skulle vera innheimt gjald fyrir menntun barna með einhverjum hætti, til dæmis vegna námsgagna, eða leikskólagjöldin þau hverfi ekki við það eitt að niðurgreiða 200 milljónir, og hverfi ekki við það eitt, og hvernig dettur, ef þetta málflutningur Vinstri grænna og meirihlutans, hvernig dettur þeim þá í huga að halda áfram að innheimta gjöld fyrir menntun eftir líka þessu nánast við mannréttindabrot. Þá væntanlega ættu þau að grípa til aðgerða til þess að afnema þetta alveg, en ég held að það er ekkert mannréttindabrot að taka gjald fyrir menntun barna með þessum hætti. Það hefur verið gert mjög lengi, og það er í lagi að gera það vegna þess að við höfum önnur úrræði fyrir þá sem geta ekkert hluta vegna ekki borgað þessar greiðslur. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari öðru sinni. Þá er andsvörum lokið. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir óskað eftir því að gera stutta athugasemd. Forseti borgarstjórn, ég ætla bara að biðjast afsökunar á því að hafa farið rangt með tölur. Þetta er það þannig að allir peningar skipta máli. Það skiptir líka máli hvernig við verjum peningunum, verjum fjármagninu, og að það sáldrist ekki út úr kerfinu, að það sé vel nýtt, að það fari á rétta staði, og ég tel starfsfólk leikskóla Reykjavíkurborgar einmitt vera mjög hagsýnt í öllu sínu starfi, sérstaklega. En það sem við stöndum auðvitað frammi fyrir er að okkur vantar fleira starfsfólk. Þannig að og það liggur fjármagn í leikskólanum einmitt fyrir því. Þannig að það er ekki allir peningar fullnýtir. Það var borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við það að gera stutta athugasemd. Þá veitir borgarstjóri andsvar við ræðu borgarfulltrúa Kjartan Magnússonar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði ekki að blanda mig mikið í þessar umræður, en sé mér þó knúin til þess, bara til að halda þetta til haga, að mér finnst ekki eðlilegt að stilla þessu upp sem valkostum, að hækka laun, bæta aðbúnað, bæta fjármunum í leikskóla eða lækka leikskólagjöld, vegna þess að allt þetta þrennt hefur verið gert. Í skólunum voru laun hækkuð milli 2015 og 2017 3,3 milljarða í grunn- og leikskólum. Síðan fórum við inn með tæplega milljarð í leik- og grunnskóla síðastliðið haust til þess að efla faglegt starf, til þess að brúa bilið og svo framvegis. Og það sem að lýsir þessu kannski best er að þessi lækkun leikskólagjalda var í samstarfsyfirlýsingu meirihlutans, en var búið að fresta tvisvar, ef ekki þrisvar, á þessu kjörtímabili þessari 200 milljón króna hækkun, vegna þess að fyrst var forgangsraðið þá launana, laun á leikskólum var hækkuð, síðan voru setti peningar í aðbúnað, faglegt starf og það að brúa bilið, og loks var ákveðið núna þegar að ársreikningu var lagður fram að lækka leikskólagjöldin. Og það lýsir stefnu meirihlutans. Við gerum þetta allt þrennt. Það er borgarstjóri lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er undarlegt að sitja hér í þessum sal og heyra borgarstjórann í Reykjavík koma upp
og segja það að hann vilji helst ekki blanda sér í þessa umræðu. Við erum að ræða hér leikskólamál í borginni, við erum að ræða hér ákveðna breytingartillögu á fyrirkomulagi leikskólamála, kannski stærsta tillagan sem kemur inn í árum leikskólamálin. Og borgarstjórinn fer fyrst úr salnum þegar þetta er til umræðu, hann kemur hingað inn og kemur síðan þreyttur í pont og segir að hann vilji helst ekki blanda sér í umræðu. Helst ekki blanda sér í umræðu leikskólamáli Reykjavík. Veit ekki hvort hann nennir ekki, veit ekki hvort hann telur að fyrir neðan sína virðingu gerða, en hann lögsaðist samt til þess og fjallaði þessi mál. Þá má auðvitað margt segja þann málflutning, en hann sagði að hann vildi ekki stilla þessu upp sem valkostum, að lækka leikskólagjöldin eða bæta í þjónustuna. En það svo mikil þörf á þessum peningum víða í leikskólastarfinu eins og borgarfulltrúum ætti að vera kunnugt að þetta eru svo sannarlega valkostir. Það eru sem sagt valkostir hjá meirihlutanum að halda áfram að svelta ákveðna þjónustu í leikskólanum, ákveðna hluta leikskólastarfseminnar, en verja fjármagninu í staðinn til að niðurgreiða þessa þjónustu en þá meira. Það var þó merkilegt sem hann sagði varðandi það hvernig forgangsröðun hefði verið á meirihlutanum. Það alveg rétt hjá honum, þetta var mjög skýrt í samstarfsyfirlýsingu meirihlutans að þetta ætti að gera og það var ekkert að lesa út úr því þannig að það ætti að fresta þessu. Síðan var þessu frestað tvisvar, hann sagði við forgangsröðum í þágu launanna. Vissi meirihlutin ekki þegar hann var myndaður að það væru framundan kjarasamningar sem hefðu óhjákvæmilega í för með sér hækkun launa starfsmanna borgarinnar. Vissu menn þetta ekki, ætluðu menn ekki að forgangsraða í þágu launanna en neyddust síðan til þess. Það alveg rétt að þessu hefur verið frestað og nú sjáum við að þessi tillaga, þetta ekki samt að taka gildi í dag eða á morgun, þessi lækkun, sennilega tekur hún gildi í haust eða jafnvel bara við þegar fjárhagsáætlun tekur gildi áramótin, þá á kosninga ári. Það mjög undarlegt að sjá hvernig þessu máli hefur undið fram og öll vinna af hálfu meirihlutans í þessu máli hefur verið honum til skammar. Það hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari, þá veitir borgarstjóri andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, það rétt hjá borgarfulltrúanum að ég varð að víkja hér úr salnum vegna þess að ég þurfti að eiga orðastað við menntamálaráðherra stórt og smátt í skólamálum og það gat ekki beðið og beðist velvirðingar á því. Ég átti við, þegar ég sagði að ég ætlaði ekki að blanda mér í þessa umræðu, þá átti ég við útúrsnúninga og uppstillinga borgarfulltrúans í máli sínu. Ég held nefnilega að þetta sé miklu mikilvægara mál en svo að það sé hægt að láta hjáliða að leiðrétta hvernig borgarfulltrúinn kýs að stilla þessu upp. Hitt atriði sem ég vildi leiðrétta, það var tal borgarfulltrúans afnám neysluhlés sem greinilega þarf að rifja betur upp. Í fyrri lotu kjarasamninga við leikskólakennara þá voru teknir niður 2,5 tími af þeim 10 sem leikskólakennara voru með. Það var skilningur sveitarfélaganna að neysluhléið allt verið samið inn í kjarasamningana. Það vakti mjög hörð viðbrögð hjá leikskólakennurum, þannig að ekki var lengur haldið heldur með þessi 2,5 yfirvinnustund. Síðan var þetta samið að fullu inn í grunnlaun leikskólakennara sem hækkuðu þá umfram aðra stéttir sem þessu nam í seinni lotu kjarasamninganna, en neysluhléið hefur haldið sér bæði á eflingarstarfsfólkinu og á öðru háskólamenntuðu starfsfólki á leikskólum. Þannig að það sem borgarfulltrúinn ber hér á borð varðandi neysluhléðsmálið algjört þvaður. Það var full sátt við félag leikskólakennara að semja þetta inn í grunnlaunin í síðara skiptið. Raunar var það bara samkomulag og grundvöllur þeirra kjarasamninga og það að reyna að ýfa það eitthvað upp með þessum kannski minnisleysi, allavega skakkamálflutningi, það ekki hægt að láta hjá líða að leiðrétta þetta. Það borgarstjóri lokið við það að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Nei, þetta sko ekkert þvaður með það hvernig var staðið að lækkun neysluhlésins á sínum tíma af hálfu meirihluta borgarstjórnar og það mál ekkert gleymt og ég held að þeir sem síst gleymi því séu leikskólakennarar í Reykjavík. Þeir voru mjög ósáttir við það hvernig staðið var að lækkun greiðslna vegna neysluhlésins á sínu tíma og þetta var alfarið mál meirihlutans. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við lögðum síðan til við afgreiðslu fjárhagsáætlunar að það bætt í aftur til þess að geta tekið þetta tilbaka og sú tillaga var felld af meirihlutanum. Það var í lok síðasta kjörtímabils. En leikskólakennarar sem sagt
voru og ég held ekki létt með fullyrt eru mjög ásátt við það hvernig var staðið að þessu einhlega á hendi borgarinnar á sínu tíma. Ef borgarfulltrúar hafa gleymt því þá kölluðu þeir okkur sérstaklega á sinn fulltrúa leikskólakennara og buðu okkur síðan sérstaklega í heimsóknir í leikskóla borgarinnar til þess að við getum kynnt okkur það af eigin raun hvernig þetta neysluhlé væri, hvernig þeir vinna sér sett í sínum matartíma og gefa börnunum að borðum leið og grípa sér sjálfur bita. Nú það síðan hvernig var samið þetta í framhaldinu eftir að þetta mál hafði sprungið í loftu með þessum hætti. Það má auðvitað halda því fram að menn hafi að þetta var auðvitað tekið upp í næstu kjarasamningalótu við kennara og þar náðist ákveðin niðurstaða og ekki ætla ég að ífupni sárvarandi það náðist ákveðin niðurstaða sem við vonum allir aðilar hafi verið sáttir við, en það breytir því ekki og ég var að tala um vinnubröðin við það þegar að neysluhlé var lækkað á sínu tíma sem skrifast alfarið á meirihlutann í Reykjavík að vinnubröðin við kringum það mál fannst leikskólakennurum í Reykjavík vera mjög mikið lítilsvirðing við stéttina og þeir hafa ekki gleymt því og ég efast að þau sár séu gróin. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið við það að svara andsvari öðru sinni, þá gerir borgarstjóri stutta athugasemd. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil einfaldlega þakka borgarfulltrúnum fyrir að staðfesta orð mín. Það er rétt að fyrir 5 árum þá yfðust upp þessi sár og það er rétt að fyrir 3 árum að þá náðist samkomulag þetta og þess vegna fannst mér algjör óþarfi á borgarfulltrúnum láta eins og þetta væri ófrágengið mál og væri og fannst líka rétt að halda til haga að eflinga starfsfólkið og annað háskólamennta fólk á leikskólum ennþá með þessar greiðslur, enda fengu þeir ekki þessa hækkun inn í grunnlaun eins og leikskólakennarar á sínum tíma. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að gera stutta athugasemd og telst andsvörum lokið. Þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur og síðastur á mælendaskrá. Nei, það er ekki þannig. Hann er bara næstur, það er bara þannig. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kveð mér í hljóðs undir fundargerð borgarráðs frá 4. maí. Það er mál sem að borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir tók hér upp og var á undan mér að kveða sér hljóðs sem er bara hið besta mál. En hún, borgarfulltrúin þar að segja, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, hún tók upp mál sem var þar til mál sem voru með á fundi borgarráðs sem að snýrað Nordic Safe Cities sáttmálanum og í raun og veru tillögu sviðsstjóra mannréttindaskrifstofu að við gerumst aðilar að þessum sáttmála. Það er alveg rétt að það fylgdu því ekki öll gögn málsins en þau eru reyndar öll mjög aðgengileg á alnetinu en þetta er verkefni sem er unnið á vettvangi norrænu ráðherranefndarinnar sem að hefur sem kemur fram undir merkinu Norden og við Íslendingar erum að sjálfsögðu aðilar að norrænu ráðherranefndinni. Mikilvægt samstarf þar sem að hefur svona það að markmiði að efla efla og vinna að sameiginlegum norrænum lausnum sem að skila sýnilegum árangri fyrir alla þá sem búa á Norðurlöndunum. Þetta er svona samstarfsvettvangur ríkisstjórna Norðurlandana, norrænu ráðherranefndin þar að segja. Þetta ágæta verkefni sem var sett af stað fyrir nokkrum árum, Nordic Safe Cities, það er Reykjavíkurborg hefur í sjálfu sér verið þáttakandi í vinnunni alveg frá vorinu 2016
og tekið þátt að einhverju marki með því að sækja fundi, 3 fundi held ég, í stefnumótun hvernig megi tryggja og auka öryggi í norrænum borgum. Það er alveg rétt sem kom fram í máli borgarfulltrúans að rótin eða það sem kveikir neistan að þessu ágæta verkefni eru voðaverkin sem voru fara með í úti og einnig bara svona sá svona órói sem að ríkti í Evrópu sérstaklega á tíma þegar það var mjög mikil aukning og komu flóttafólks og það var svona ýmsar vísbendingar í raun og veru það að það væri svona aukin jarðvegur fyrir svona öfgahyggju og í sjálfu sér að setja taka ákveðna hópa út fyrir sviga og einhvern veginn að það væri sjálfsagt hlutur að ráðast á þá. Þarna ákveður Norræna ráðherranefndin að búa til svona samfélagslegt net þar sem að borgir og raun og veru fjárhaldsfélagasamtök og hverju sem geti deilt svona sinni reynslu, skipst á skoðunum það sem kallað svona best practice eða gæðaleiðir í aðgerðum og viðbrögðum og í sjálfu sér bara búið til samstarfsnet borga sem muni í framtíðinni deila með sér reynslu og aðferðum til þess að gera borgirnar okkar öruggari til framtíðar. Þessi sáttmáli sem að verið að leggja til að sé undirritaður náttúrulega vilja yfirlýsing og hann samanstendur í raun og veru, hann kemur fram í því bréfi sem lagt fram, hann samanstendur í sjálfu sér bara af 6 einföldum yfirmarkmiðum. Það er að skapa öruggt umhverfi, borgir sem eru opnar fyrir alla, alltaf, að búa til örugg netsvæði, það er að segja að koma á netsvæðum þar sem ungt fólk getur tjáð sig með öruggum hætti. Þetta í raun og veru það að breyta kultúr í meðferð til dæmis hvernig við umgöngumst samfélagsmiðla og annað slíkt. Styrkja fjölskyldur, vinna með fjölskyldum til að tryggja öryggi barna og ungmenna. Öruggar stofnanir, styrkja stofnanir í hlutverki sínu til verndar með stefnumótun og frumkvæði. Öflugt starf með ungu fólki, það er að segja styrkja og valdefla, málsvara ungs fólks og örugg hverfi, tryggja hverfi borgan okkar séu vinsamleg og auka samstarf milli íbúða. Margt af þessum þáttum við sjálfsög getum skrifað undir öll þessi atriði og höfum í raun og veru gert ýmislegt nú þegar til þess bara í þróun þessara borgar frá upphafi til þess að þessir hlutir geti orðið með þessum hætti. Aðstæður eru auðvitað mismunandi og það er ekki allt í þessari vinnu sem að við getum tekið hrátt og heimfært á okkur en enga síður mjög mikilvægir þættir eins og bara varðandi þróun, hvernig hafa menn tekist á við að breytast úr einsleitu samfélagi í fjölmenningarsamfélagi og svo framvegis. Við þurfum ekki endilega að finna upp hjólið í þeim málum og skýrsla sem að hér á að vísa til sem í sjálfu sér samantekt af þeirri upplýsingaöflun sem hefur farið fram og hefur verið í gangi og kallast Nordic Safe Cities Guide að þar markmið að deila dæmum og vekja til umhugsunar og hvetja til góðra verka í anda þessara 6 meginmarkmiða. Og það er auðvitað ekki þannig að allir þáttangandur, allar borgir eða öll félagasamtök sem koma að þessu séu þar tiltekin sérstaklega og þetta er ekki svona token dæmi þar sem að þú segir þú kemur með þitt dæmi, allir komið með sitt dæmi, það er ekki þannig, þetta er einungis tekin þarna nokkur dæmi, mikilvæg dæmi sem geta nýst öllum á einhvern hátt. Eins og ég segi að þá erum við
að leggja hér til að verða aðilar að þessum sáttmála, þessari vilja yfirlýsingu, þessum vilja sem að stofnaði til á Norrænu ráðherranefndinni til að búa til samstarfsnet þar sem að við þiggjum upplýsingar og dæmi og við veitum upplýsingar og dæmi ef við getum það. Og ég get nefnt sem dæmi verkefni sem ég persónulega tel að myndi eiga ágætlega heima í framhaldinu af þessari vinnu, vegna þess að þessi gæt eða skýrsla sem við hér hafa svo kölluð, er ekki beinlínis skýrsla, hún er auðvitað ekki plagg sem er einhver endapunktur á neinu. Hún er upphaf, ekki endapunktur, mjög mikilvægt. Dæmi sem að við getum komið með, sem ég held að sé nokkuð vel heppnað hér, þær aðgerðir og samstarf sem við höfum farið í með lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og fleiri aðilum gegn heimilisofbeldi. Það talar beint inn í marga af þessum 6 þáttum sem að sáttmáli snýr að, öruggt umhverfi, sterkar fjölskyldur, öruggari stofnanir, öflug starf með ungu fólki, örugg hverfi og örugg netsvæði í raun og veru líka. Þetta er mjög gott dæmi hvað er verið að reyna að gera hér. Og það er auðvitað þannig, það er engin fjárhagsleg skuldbinding sem að fylgir því að gerast aðilega að þessum sáttmála og skrifa undir hann, en hins vegar opnar það okkur með formlegum hætti dyr að taka þátt í því samstarfi sem að fer þarna fram að því marki sem við viljum. En af því að þetta er nú svo jákvætt og norrænt allt saman, þá þurfum við náttúrulega ekki nauðsynlega að vera að skrifa undir sáttmálan til þess að fá að vera með. En það er miklu heilbrigðara að gera það, vegna þess að það er ekkert í þessum 6 atriðum sem að ég held sem ég ímynda mér að nokkur í þessum sal get ekki kvittað upp á. Þannig ég legg til að við samþykjum það hér á þessum fundi að við gerumst aðilar þessum sáttmála og borgarstjóra verður þá fallið að ganga frá því með formlegum hætti og getum þá staðið hnarreist og stolt af því að vera hluti af hinu norræna samfélagi sem að hefur það góða markmið að byggja betra samfélag til framtíðar. Takk. Það er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu og þá er síðastur á mælendaskránni þessum dagskrárlið borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði að koma upp og blanda mér í umræðan lækkun leikskólagjalda að gefnu tilefni. Þetta er fínt mál auðvitað í eðli sínu, þetta er liður í okkar stefnu sem er að hér sé jafnrétti til náms í þessu landi og allir er rétt á námi án tillits til efnahags. Einn áfangi á þeirri leið, fyrsti áfangin var stiginn með lækkun leikskólagjalda 2014 og síðan eins og hér hefur verið rakið var næsta áfanga frestað af því að við þurftum að ráðast í talsvert umfangsmiklar hagræðingaraðgerðir og spara fjármagn á ýmsum, kannski flestum póstum. Núna árar betur, við höfum náð að rétta við skútuna í fjárhag borgarinnar eftir að hafa náð árangri í hagræðingunni, eftir að tekjur hafa aukist og ytra umhverfið hefur verið hagstætt og þá er eðlilegt að uppfylla þessi fyrirheit. Mikilvægt að undirstrika því að sá misskilningur er uppi bæði innan leikskólana og út á við að þessi lækkun leikskólagjalda hafi einhver áhrif og skerði framlögin til leikskólana, það er alls ekki, þeim er bætt tekjutapið að fullu, tekjur borgarsjóðs sem heildar minnka sannarlega en borgarsjóður bætir að fullu þar sem upp á vantar, en leikskólarnir eru jafnsettir eftir sem áður. Líka mikilvægt að aðeins draga fram að því að það hafi í umræðunni fallið orðum það að aðbúnaður á leikskólum sé óviðunandi, að fæðisframlögin sé af skornum skammti og svo framvegis að þetta stenst ekki með við þær upplýsingar sem við höfum. Við erum mjög nýlega búin að fá yfirlit frá heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur sem að tók út aðbúnaðinn í okkar starfsstöðum og ég vitna í þá samantekt sem heilbrigðiseftirlitið fór með inn á fundi skóla- og frístundaráðs. Þar kom fram að ástandið á leikskólunum varðandi húsnæði væri almennt nokkuð gott þó auðvitað væru einstök atriði á einstökum leikskólunum sem að betur mættu fara. Leikskólalóðurnar, ástand þeirra hefði batnað milli ára og það töluvert mikið, en það er
kerfisbundið verið að taka í gegn skólalóðir bæði í leikskólum og grunnskólum. Fæðisgjöldin þar var bætt verulega í á síðastlinu á hausti og við erum engir eftirbátar annarra sveitafélagi hér í kringum okkur þegar kemur að þeim. Og við höfum verið að auka fjármagni í viðhaldið, í endurbætur. 900 milljónir að koma til viðbótar inn í þennan málaflokk bara á þessu ári í faglegt starf, í námsgögnin, í undirbúningstíma, í námsleyfi til starfsþróunar, starfsfólksbæði fyrir þá sem eru fagmenntaðir og ófagmenntaðir og svo framvegis. Og stóra breytingin á kjörtímabilinu síðan þessi að laun leikskólakennara hafa hækkað verulega. Stærðargráðan í kringum 40% og ég minnist þess ekki að það sé jafn mikla hækkun á jafn stuttum tíma. Þannig að það auðvitað gríðarleg innspýting inn í þennan málaflokk. Þannig að leikskólarnir eru klárlega í sókn í borginni. Þarna unnið frábært starf eins og við öll vitum. En vissulega eru atriði sem við þurfum að bæta enn frekar, styrkja einhverjastarfi, fjölga fagfólki með áherslu á leikskólakennara, bæta aðbúnaðinn og vinnu hverfið og að því unnið núna bæði í sérstökum starfshópi sem bara að fjalla leikskólakennara hverfið og síðan í endurskoðun á reiknilíkunum þar sem að ýmsir þættir eru undir sem að hér hafa verið nefndir. Það var borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og þá ekki fleiri kvart sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við þurfum að bera upp þessa 3 hluti og byrjum með því að bera upp 21. lið. Aðild Reykjavíkurborgar að sáttmálum Nordic Safe Series, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefur merki. En samþykkt samhljóma, fallegt var þetta. Þá það 28. liður. Það lækkun leikskólagjalda þeir sem samþykkja það gefur merki. Einhver á móti? Það samþykkt með 9 atkvæðum, 4 á móti og 2 setja hjá. Þá það 30. liður. Og fulltrúabúabókanir hægri og vinstri, upp og niður. Þá það 30. liður sem viðauki við fjárhagsáætlun 2017. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefur merki. Það telst samþykkt með 9 atkvæðum. Einhver á móti fyrirgefðu? Ekki einn lítill á móti? Nei. Það telst samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6. Þá förum við í 8. lið. Og það leggjum við fram fundargerð forsætisnefndar frá 12. maí, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 28. apríl og 5. maí, fundargerð mannréttindaráðs frá 9. og 11. maí, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 8. maí, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 3. maí, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. maí og fundargerð velferðarráðs frá 4. maí. Enginn hefur hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Vil ég endilega senda okkur Helgu bókarinnar og vinsalar koma upp, eitt frá bingo og lesa það. Gjör svo vel, borgarfulltrúi Sveinbjörn Birna Sveinbjörnsdóttir. Þá voru það frú forseti borgarstjóri og borgarstjórn, þá voru þetta þær bókanir sem Framsókn og flugvallavinir gera og hafa ekki verið lesnar upp. Það varðandi tillögum gjaldfrjálst námsgögn. Framsókn flugvallavinir telja mikilvægt að Reykjavíkurborg sé í forystuhlutverki þegar kemur að því að tryggja að framkvæmdir rekstur grunnskóla sinna sé í samræmi við ákvæði barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um gjaldfrjálsa grunnmenntun. Leikskólinn meirihlutin í borginni virðist frekar vilja vinna í gjaldfrelsi valkvæðra menntunar heldur en að innbyrna lögbundnar skyldur sínar. Það að bíða eftir fjárframlögum ríkisins eða samningu við það hjómeitt miðað við það hagsmuni sem í húfi fyrir barnafólk í borginni. Þessi tillögur til þess fallin að tryggja jafnræði meðal nemenda og jafnan rétt til náms án tillits til efnahags foreldra. Forgangsröðu fjármuni í þágu barna og velferðar eftir málum sem Framsókn flugvallavinir teljum ætíð rétt að setja á oddinn. Síðan það bókun fjármál hverfanna. Hún svohljóðandi: fyrir rúmu 2,5 ári síðan eða þann 28. október 2014 óskaði áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallavinna í hverfisræði Grafarvogs eftir upplýsingum 3 ára aftur í tímanum heildartekjur borgarsjóðs vegna Grafarvogs og hverju væri stærstu útgjaldaliðir borgarsjóðs snúa beint að hverfinu. Fyrirspurninu var aldrei svarað þó svo hún hafi verið ítrekuð en 28. apríl 2015 var óskað eftir hún send fjármálaskrifstofu og 15. desember 2015 ánverði send stjórnkerfis- og lýðræðisráði þar sem að henni hefði ekki verið svarað. Sú málsmeðferðartillaga sem samþykkt var að vísa tillögunni til fjárhagsáætlunar
er því kærkomin og vonandi fæst fyrir niðurstaða þannig heldur en málþófskennd meðferð sem tillaga Framsóknar hluthafafundi í hverfisræði Grafarvogs frá 2014 hefur fengið í stjórnkerfi borgarinnar. Og síðan var ég búin að lesa upp í ræðunni tillögunni gjaldfrjálsari leikskóla. Flott, þá er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Þá er hún lokið við það að gera grein fyrir bókun. Einhverju fleiri vilja koma hingað upp að gera grein fyrir bókunum sínum. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kynni hérna bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna lækkunar leikskólagjalda. Hún hljóðar svo. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiða atkvæði gegn lækkun leikskólagjalda 200 milljónir króna þar sem full þörf er á umræddum fjármunum til að bæta fjársvelta leikskóla borgarinnar. Væri umræddum fjármunum ráðstafað í þágu leikskólastarfs næmi viðbóta framlag rúmum 3 milljónum króna að meðaltali fyrir hvern leikskóla. Nefna má að viðhaldi fjölmargra leikskóla og leikskólalóðir ábótavant. Aðstæður starfsmanna eru víða ófullnægjandi og fjárveitingar til fæðiskaupa skornar við nögl. Rétt er að nota umrædda fjármuni til umbóta á leikskólum í stað þess að lækka leikskólagjöld. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið við það að gera grein fyrir bókun. Þá gerir Halldór Halldórsson grein fyrir bókun. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, það er hér bókun vegna afgreiðslunni á vinnuskólatillögunni. Stutt er í að þessi skólaári ljúki og grunnskólanemendur fari í sumarleyfi. Eins og fyrir sumur munu 14 ára unglingar í nær öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu streyma í vinnu hjá vinnuskóla síns sveitarfélags. En í Reykjavík, stærsta sveitarfélaginu, þurfu ungmenn á þessum aldri að sætta sig við að engin störf er í boði fyrir þau vegna þess að árið 2011 var ákveðið að hætta að bjóða 8. bekkingu störf hjá skólanum og jafnframt var þrengt að starfsemi hans með því að stytta vinnutíman verulega hjá 9. og 10. bekk. Á undanförnum árum hefur umhirðu og viðhaldi verið verulega ábótavant í borginni og því veitir vinnuskólanum ekki af liðsauka. Reykjavíkurborg, stærsta sveitarfélagið, ætti að hafa burði til þess að bjóða sínum nemendum í 8. bekk vinnu ef minni sveitarfélögin hér í kringum okkur geta gert það. Lítið er gefið fyrir þann fyrirslátt meirihlutans að ekki sé nægur tími til að undirbúa það að bjóða nemendum 8. bekkjar störf í sumar. Það er venja meirihlutans þegar hann vill dreipa málum á dreif að vísa þeim í starfshópa og stýrihópa og málin hafa jafnan daga þar uppi eins og dæmin hafa sanna með margítrekaða fyrir tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að 8. bekkingum bjóðist sumarstörf hjá borginni. Meirihlutinn hefur haft nægan tíma til að endurskoða afstöðu sína og endurskipuleggja starf vinnuskólans eða allt frá árinu 2011. Þá var borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið við það að gera grein fyrir bókun. Það er einhverjir aðrir áhuga því að koma einhver upp að kynna sína bókunir. Ef svo er ekki, þá segi ég þessum fundi slitið klukkan 20 og... Nei? Hvað er nú? Vá, er að fara að blæða inn á hjá mér. 17:23, ég set 17:33. Ég set takk fyrir að góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík. Meira rokk í Reykjavík.